Það svo fyndið. Herru, jú. Herru, ég heldur sem live núna. Ok. Ekki? Good. Herru, verið velkomin á kandidatafund 2020. Þetta var eitthvað. En hvað, ég veit ekki hvernig ég á að vera. En hérna, ekki allir þessi bara? Jú. Ekki? Ég þess. Þú glæði gaman. Já, ok. Við ætlum að byrja á því að skoða hérna stuðningsmannaræður. Og fyrsta ræður verður frá Jónsa fyrir Bjarka. Yeah! Bara í vilja. Þannig, við ætlum að spila hana núna bara, áður við höldum áfram í spurningar. Mínúta 22, sekúnda 36, barnjárn á íslensku, meistaraverk. Brjánn segir, sterkir menn vernda sjálfan sig, en sterkari menn vernda aðra. Bjarki Björnsson einmitt sterkari maður. Og hann allt sem þú vilt úr frambjóðanda. Ekki hann aðeins hæfur að vera ritstjóri Viljans, félagslegur leiðtogandi, skipulagður, uppbyggjandi, heldur líka hæfur í það að vera stjórnarmeðlimur. Ég hef unnið mikið með hann núna í skólanum og það setur hæfni á að vinna saman í hóp og hversu létt það að tala við hann. Bjarki Björnsson. Hann king, líffræði. En hvað í sjónvarpinu? Hæ, þekkir þú ekki Bjarki Björnsson? Ég bara kynnast honum, hann með léttur og opinn gæði til að tala við. Ég myndi borða minn eigin kúk fyrir Bjarki Björnsson. Jæja, ok. Þetta var flott vídeo, Bjarki. Ég veit. Ekki ánægður með Jónsa? Ég er stoltur af mínum manni. Hann stóð sér mjög fínt. Ok, og síðan ætlum við bara að fara í næsta stuðningsmannavídeó, eða stuðningsmannaræðu, og það er hjá henni Heklu, sem er líka í framboði fyrir ritstýru Viljan. Já. X við Heklu Viljan er það sem ég ætla að gera. Því besta ritstýra mun hún vera. Að hugsa til hennar að taka myndir og þú ekki kjósa hana, það væri syndir. Hekla er svo metnaðarfull og flott að blaðið myndi vera betra en gott. Hún mun koma með eitthvað sem þau aldrei sé áður og Viljanum myndi þú vera háður. Með drifkraft, dugnað og miklu mætti mun blaðið innihalda margvíslega þætti. Hugsið vel og vandlega hvernig þið ætlið að kjósa, því annars verður viljinn ein stór sósa. Ef þið hafa einhverjar nánari spurningar Heklu þá getið þið bara heyrt í mér á, Instagram, getið followað mig þar, Katrín Sigurbergs, Snapchat, Messenger, SMS, þið getið FaceTimað mig. Ok, eru að byrja aftur? Byrja aftur. Já, ok, herru, ég ætla ekki að reyna að skemmta ykkur þetta, ég ætla bara að segja að næsta vídeo er hjá Herdísi. Það er hún Thelma Ívar sem flytur þá ræðu. Ég var svo einlega heppin að lenda með Herdísi í bekk á fyrsta ári. Ég þekkti hana samt ekki neitt fyrst, ég vissi samt að hún var á Kópavogi alveg svo ég. Og ég held að hún hafi verið pínu hrædd við mig fyrst áður en við kynntumst. En það tók samt ekki langa tíma fyrir okkur að verða vinkonur. Sem einmitt einkennir Herdísi svo ótrúlega vel. Hún er svo opin og skemmtileg og tilbúin að kynnast öllum, meira þess að þótt hún gæti verið hrædd við þau. Herdís var í VF86 á þessu ári, eins og þau kannski viti. Fór allavega að minnsta kosti ekki fram hjá mér og krökkunum í bekknum af því að
hún hvarf í svona 2 mánuði og einu skipti sem hún mætti í tíma þá var hún ósofin eða með myndavél til að taka mynd af okkur öllum. Annars var hún bara mest ekkert á staðnum. Herdís er frekar einstök manneskja og ég sé leika ástæðu af hverju ætti ekki að kjósa hana sem ritstjóri VAF87. Allt sem hún gerir setur hún 110% power í, fyrir þetta kannski skólaverkefni. Herdís er stór karakter, góður leiðtogi og með mjög stórt hjarta. Herdís er líka rosalega góð vinkona og ég er full viss að hún er jafn góð ritstýra og hún er vinkona. Annars ætla ég bara að segja takk fyrir mig og muna að setja X við Herdísi VAF87. Ég er með orðið og næsta myndband og næsta ræða er fyrir hana Rebekku og hún er eins og Herdís er að fara í ritstýru VAF87 og það er hún Ísabella Líf held ég ekki satt sem er að flytja ræðina. Já. Ég hef þekkt Rebekku lengi og aldrei hef ég séð hana blómstra jafn mikið eins og hún búin að gera síðan hún byrjaði í Versló. Ég man þegar hún var bara lítið bus og krútt þá voru vallastígin á marmarann en hún lét nú ekki marmarann né aðra stoppa sig. En Rebekka hóf skólagöngu sína með krafti og fór hún strax í það að fylgja því sem hana langaði að gera. Hún komst inn í viljan á busárunum sínu og var síðan kosin í VAF86. Og það sést hjá Rebekku að þetta er það sem henni finnst skemmtilegast að gera. Rebekka hefur gríðarlega reynslu og kann á alla hliðar ritnefndarinnar sem er mjög mikilvægt fyrir ritstýru. Auk þess að vera góður penni er hún algjör nörd þegar kemur á málfar og stafsetningu sem er frekar skrítið áhugamál en kemur sér sjúklega vel í ritnefnd. Hún veit hvernig að koma hann í stuð og kann heldur betur að halda uppi með góðum og slæmum bröndurum. En það getur komið henni langt að hafa hann sér við hlið því hún kann að peppa og hvetja fólk áfram og það er heldur betur og gott að vera með svoleiðis manneskju sem ritstýru. En Verslunarskólablaðið er heljarinnaverkefni og ekkert grín að finna ábyrgan og metnaðarfullan einstakling sem er tilbúin að stýra þessu heljarinnaverkefni. En hún Rebekka er einn ábyrgasta manneskja sem ég þekki og allt sem hún gerir skilur hún ekki af sér nema þessu 110%. En hugmyndaflugin að Rebekku tekur án gríns aldrei pásu. Hún hleður inn hugmyndum og er óhrædd að stíga út fyrir kassan og segja sínar skoðanir og prófa eitthvað nýtt sem er góður eiginleiki fyrir góðan formann. En engin hugmynd er of stór í augum Rebekku og með það hugafar myndi hún búa til sjúkt Verslunarskólablað. Ég veit að Rebekka myndi finna leið til þess að fanga fjölbreytileika nemenda og búa til blað sem höfðar til allra. Og ég gæti ekki treyst neinum betur fyrir þessu krefjandi verkefni en henni Rebekku og þau myndu sko alls ekki sjá eftir því að kjósa hana sem ritstýru næsta Verslunarskólablaðs. En setjið X á réttan stað, kæru verslingar, og setjið X við Rebekku í VAF87. And stay cool. Er myndbandið búið? Myndbandið. Já, ok. Það voru allar stuðningsmannaræðirnar komnar og ef við ekki bara að vinda okkur í spurningarnar. En já, ég ætla kannski að leyfa ykkur svona fyrst bara, þeir sem voru kannski ekki mættir, ég ætla að leyfa ykkur að kynna ykkur bara og hvaða frambúðið eruð. Bara hana fyrst og ég ætla að byrja bara á Bjarka, síðan segir Hekla, síðan Herdís og að lokum Rebekka. Hæ, ég heiti Bjarki og ég er að bjóða mig fram í ritstjóra Viljans. Hæ, ég heiti Hekla og ég er að bjóða mig fram í ritstýri Viljans. Hæ, ég heiti Herdís og ég er að bjóða mig fram í ritstýri Verslunarskólablaðs. Og hæ, ég heiti Rebekka og ég er að bjóða mig fram í ritstýri Verslunarskólablaðsins. Flott. En er þau öll klár í spurningar bara? Já, ég er það. Ok. Skulum byrja þetta bara strax. Þetta er fyrir alla frambjóðendur í þessum hóp og það er einhverjum sem langar að vita hvað hefur þú fram yfir mótframbjóðenda þinn? Bjarki. Right. Ég ætla bara að segja ég er búinn að vera í Viljanum síðustu 2 árin og búinn að vera með mikið af fjölbreyttu fólki gegnum þann tíma. Ég hef verið þarna þegar viljinn virkar og þegar hann virkar ekki og ég tel mig vera ógeðslega hæfan í það að safna saman góðu liði sem geti gert blaðið sjúklega flott. Ég líka hef einmitt mikla reynslu inn í Viljanum og líka utan Viljans en gott dæmi það er
ég gerði bæklinga fyrir nokkra frambjóðandi núna fyrir þessa kosningaviku og líka í fyrra þegar ég var á bussi þá gerði ég helling af einhverjum framboðsmyndum fyrir fullt af fólki. En já, ég hef bara mikla reynslu og rétt stefnumál. Ég ætla ekki að blara meira. Allt í góðu, bara frábært. Hekla? Já, bara eiginlega leið og ég byrjaði viljuna vissi ég að mér langaði ritstýri og ég var náttúrulega ekki búin að vera í 2 ár, þannig ég reyndi bara að afla mér mikla reynslu í gat. Og núna langar mér að taka viljan miklu lengra. Mér langar að vinna með RÚV til að búa til kynningamyndband og vonandi með stjórninni líka, þar sem við getum gert, allir geta kynnt sína nefnd og þannig verður meira aðsókn í skólan og líka, meira aðsókn í nefndir. Og síðan var ég líka að hugsa með kosningar að viljinn tekur aftur á sig Cox-viljan, því þetta náttúrulega þeirra fyrirbæri. Og síðan langar mér líka endurhugsa rafræna. Mér langar að búa til vefsíðu þar sem verður aðgengilegt að skoða öll viljablöð sem hafa verið, út af því að eins og ég veit þegar ég var hætt í skólanum, þá langar mér alveg ennþá að skoða viljablöðin. Ég held að það sé gaman fyrir alla að geta skoða þetta, ekki bara fólk sem í skólanum. Og ég er búin að taka mig fullt af verkefnum núna í viljanum, ég er búin að leggjast mikið á mig í get og ég er tilbúin að taka ábyrgðina. Ok, flott. Ég veit allavega að ég ætla aldrei að gera hann Cox-vilja aftur. Herdís? Herru, það var samt á með að heyrist mjög illa í mér. Heyrist illa í mér, eða? Ég heyri samt alveg skýrt, sko. Ef þið kannski setja bara á live-chatið. Það var einhverju kommenta. Hárið frá. Heyrist vel í mér. Ég heyrist. Það heyrist ekkert rosalega skýrt. Ok, það er alltaf að segja mér að taka AirPods út að prófa. En þá heyrist ekki þér á. Nei, ég veit. Herru, það er verið að trúna beila AirPodsin. Þú getur prófað að fara að breyta inputinu á Ég vil alveg þetta, ok. Nei. Nei. Áttu einhver önnur heyrnartól en AirPods? Við eigum kannski að repa eitthvað að svara fyrst bara. Þú getur prófað eitthvað, annars bara AirPods. Og ég var á undan. Það er lagi Herdís. Ok, frábært. Já. Ok, ég er búin að reytandi sem ég byrjaði í skólinni. Ég byrjaði í viljanum og síðan fór ég í verksamfélagi, þannig að ég hef gríðarlega mikla reynslu hvernig reytandi starfa og ég hef mjög mikla þekkingu á reytandum. Ég er líka búin að koma að flestum þáttum innan reytandarinnar. Ég er búin að ljósmynda, ég er búin að skrifa greinar, próflesa og mér finnst það allt mjög mikilvægt þegar ritstjóri á alla þætti reytandarinnar til þess að geta því inn í öll verkefni. Ég tók að mig líka mjög mikilvæg verkefni, til dæmis eins og kolefnisjafna bókina í ár, en ég fundaði með Kolviði sem að kolefnisjafna bókina með okkur. Og það er eitthvað sem ég stefni líka á að gera næsta ári, af því að mér finnst það mjög mikilvægt þegar maður er að gera 300 blaðsíðna bók og 1100 eintök. Það er mjög mikilvægt á þessum. Og já, ég bara hef mikla reynslu á því að starfa í fjölmiðlum sem að, já, bara, já, er mjög ábyrgðarfull. Ég skilu öllu að mér alltaf 100%. Ég bara stefni á að gera allt bara stærra og betra og bara að engin hugmynd sé of stór því að þannig verður bara næsta verð. Ok,
Flott. Herdís, ertu Oh man. Ok, AirPodsin verða að duga. AirPodsin verða bara að duga. Þannig bara, við skulum bara öll, ég ætla alveg að bara mjúta mig, eða bara ef það skildi koma eitthvað hljóð fram. Já, sko. Ok, byrju, ég tek mér bara hárið frá. En já. Sko, ég myndi ekki segja að ég hef eitthvað umfram hana út að ég og Rebekka eru mjög ólíka týpur og vorum að vinna mjög svona ólík verkefni í nefndinni, en samt í nefndinni þá ertu alltaf að vinna, við erum alltaf að vinna saman, skilur, það enginn einn að gera eitt verkefni, það er alltaf svona umsjónarmaður, en þú ert alltaf með, marga sem alltaf vinna með. En ég held að ég sem er svona outbox thinker, þannig að ég legg mikið metnað í að fara ekki bara svona hefðbundnu leiðina, heldur að prófa eitthvað nýtt, skilur, skemmtilegt og gera bókina þannig einstaka. Mér langar líka að breyta snobbið núna í ár og senda svona guide með heim, hvernig átt að nýta hana og síðan smá kynning á nefndinni, en þetta er bara til að vekja meiri athygli á nefndina og svona hvað hún gerir, út að við gefum alltaf út snobbið og núna þá erum við ekki verið að gefa út, þá ætlum við að reyna að Málfá gefa út skemmtiskólablaðinu, þannig að þá erum við bara að gefa út snobbið og síðan bara í mars gefa út bókina, þannig að við erum svo sem ekkert eitthvað sýnileg í marga mánuði, þannig að fyrir busuna þá er þetta svona kannski leið fyrir okkur að við gefum meiri athygli á nefndina okkar. Og síðan bara langar mig að taka fullt af mismunandi fólk inn og mér langar bara einhvern veginn að reyna að toppa okkur í ár og gera eitthvað sérstakt til bókina næsta ári. Já. Lægurásmjútaður. Já, ok. Það var allir búin að svara. Má ég bæta við mitt svar? Bæta við? Já, bara ekki langt. Ok, nei, bara því að við erum líka að tala eitthvað sem ég myndi þá gera, ekki, það ég vildi ekki meira að tala bara okkur myndi kjósa mig í staðan fyrir það sem ég myndi gera. En mér finnst, þetta er sjúklega mikilvægt og ég legg mikla áherslu á þetta. Mér finnst eiginlega það mikilvægasta sem formaður þarf að hafa er svona virðingin og að geta að tala við nefndarmeðlimi. Það er sjúklega mikilvægt að geta að tala við nefndarmeðlimi og þeir þurfa að treysta þér. Það þarf að vera sameiginlegt respekt bara svo að þið getið komist saman að þessu og leyst hluti í sameiningu. Þannig munu hlutinir leysast langbest. Og sko bara elítuformaðurinn sem geti gert bara allt. Það besta sem við getum gert er að ná því besta úr hverjum einasta í nefndinni. Og ef við getum það, þá er það bara the best thing you can do. Það er það sem ég myndi gera. Takk. Ok. Flott. Við þurfum að svona hafa svörin aðeins hnitmiðari þannig við náum svona að halda okkur á réttum tíma því við byrjum dálítið seint. En samt, við ætlum ekki að taka neitt tíma frá okkur bara svona þannig að bara hafa svörin svona góð og ekki of löng. Já. En hérna er spurning til Vilja frambjóðenda. Hvort teljið þið mikilvægara í gerð blaðsins stíll eða skemmtun? Bjarki, þú mátt byrja. Sko, þetta er gett gaman að fá blað í hendurnar sem er bara ógeðslega flott, geðveikt stílhreint og það er bara feels good in your hands og það er bara geðveikt. En mér finnst það missa sjarmann svolítið ef innihaldið er ekki jafn flott. Eða innihaldið getur dregið niður ef það er ekki gott líka. Þess vegna vil ég leggja algjörlega 50-50 á stíl og skemmtun. Bara það þýðir alls ekki að ég sé að draga niður einhverjar áherslur, bara bústa báðar. Það mun vera ég með svona gott markmið. Það er, eftir einhvern tíma mun fólk segja, já, Viljinn sem var, það mun ekki bara segja, já, Viljinn með þessa forsíðu og svona referensa það forsíðuna að því hún var svo flott, að því hún stóð út úr, heldur gera efnið líka og innihaldið líka eftirminnilegt. Og þá mun Viljinn vera, þessi vilji, vera þekktur sem, já, Viljinn með þessa grein. Það er það sem ég mun gera. Þannig að leggja mikla áherslu á bæði og 50-50. Ok, frábært. Já, fyrir mér er stíll og skemmtun ekki sikur hluturinn. Mér finnst
það sem er skemmtilegt í blaðinu getur líka verið stílhreint. Í ár var ég listarinn í stjórnun hjá Viljanum og allir liðinir fannst mér ógeðslega stílhreinir og fallegir en samt voru líka mjög skemmtilegir. Þannig ég held þetta sé eiginlega bara sami hluturinn, þú veist, gera skemmtilega greinar og myndaþætti en bara framkvæma vel. Ok. Þetta er til beggja, til allra frambjóðenda segi. Ætlið þið að hafa jafnt kynjahlutfall innan nefndarinnar sem formaður eða hafa bara jafnan kynjakvóta þá? Sko, Bjarki. já, finnst ég vera. Ég var mikið, sko, ég myndi leggja mikla áherslu á það að hafa jafn kynjahlutfall, eins jafn og hægt er. Af því, sko, í Viljanum sem busi, þá vorum við 3 strákar og nú erum við bara 2. Ég fann algjörlega fyrir mun bara á stemmingunni á nefndanum. Þannig, það sem ég langar að gera er að taka upp svona, ég vil ekki segja kynjakvóta, meira svona leiðbeiningar, sem virka þannig bara, já, Viljinn er orðinn, sko, hann er orðinn smá svona stelpu dominant, en það er alls ekkert eitthvað slæmt, það þarf ekki að þýða slæmt. Gott dæmi það sé ekki slæmt er Viljinn í ár, miklu fleiri stelpur en strákar og bara eitt af besta sem hefur komið út af mínum mati. En það er svo auðvelt þegar það er svona mikill munur á kynjahlutföllunum að lenda þeirri gildru sem er að missa fjölbreytileika, sem er sjúklega mikilvægur. Þess vegna myndi ég vilja taka upp þessar, þessum sem er mjög sniðugt að taka upp þessar svona leiðbeiningar sem að myndi þá hjálpa við að raða í nefndina, þú veist, hjálpa að taka fólk inn sem er mjög hæft fyrir starfið. Það myndi bæði, þú veist, gilda fyrir fólk sem er hæft og virkilega vill vera með í blaðinu. Líka annað, mér finnst það virkilega skipta máli að hafa fjölbreytni, af því ef það er ekki fjölbreytni þá það er miklu auðveldara að vera þú sjálfur og koma með hugmyndir og bara líða vel í svona creatively líða vel ef það er fjölbreytt umhverfi. Og það myndi bara, í alvörunni trúi ég því að það myndi bara vera gott fyrir almenna vellíðan í nefndinni, ekki bara stemmingu, þetta er líka almenna vellíðan í nefndinni sem gerir blaðið miklu betra. Af því ef fólki finnst leiðilegt að gera það sem það er að gera, það mun aldrei framleiða einhverja flotta hluti úr því, það mun alltaf koma illa út. Það sem finnst mér mjög mikilvægt. Já, bara Hekla. Já, mér finnst líka mjög mikilvægt að það sé jafnt kynjahlutfall, en það er samt líka hæfni yfir kyn. Þú veist, fjölbreytilegan hóp, þó sem kannski sé fleiri strákar eða fleiri stelpur, þetta eru líka bara hæfustu innfæðli. Og þannig gerum að fallegt blað og skemmtilega nefnd, ef það er góð mórall og fjölbreytilegur hópur. Það er það sem skiptir mest máli. Eins og ég í ár, ég kom inn, ég þekkti engan og ég er búin að eignast ógeðslega góða vini og bara mér langar að geta veitt öðrum sama tækifæri. Já, mér finnst kynjahlutverk ekki skipta það miklu máli út af mér finnst bara að hæfast fólk út af það þarf gríðarlega mikið metnað, mikið bók, þannig að ég ætla bara að leggja áherslu á að taka hæfasta fólki inn. En það er jafn hæfa manneskjur og ég er búin að taka miklu fleiri stráka inn eða eitthvað og þetta er á milli stelpna þá myndi ég taka stelpuna frekar inn til þess að fá þessa fjölbreytni og eins og Bjarki var að tala um, þú veist, þá ertu með svona sýn frá báðum kynjunum sem að, já, geta meira fjölbreytt. Já, ég legg mikið upp á því að nefndin sé samanstandi af mjög fjölbreyttu fólki af því að Vesturskólablaðið á að vera fyrir alla nemendur skólans, ekki einhvern afmarkaðan. Og þess vegna þarf þennan fjölbreytileika í nefndinni, allir komi inn og að, já, bara að blaðið höfði til sem allra flesta. En mér finnst kynin einhvern veginn ekki vera aðal hlutverkið þegar kemur að því, bara hvað fólk hefur fram að færa og hversu mikið metnað fólk hefur fyrir þessu, því að Vesturskólablaðið er bara gríðarlega krefjandi verkefni og það þarf bara ótrúlega metnaðarfulla einstaklinga og þeir þurfa bara allir að vera með eitthvað til að koma bara þessu færa. Þannig að já, bara fjölbreyttur hópur, það er sem ég legg upp. Fólk sé ótrúlega metnað. Það er eitthvað sem ég finnst skipta langmestu máli. Ok, flott. Má sjá. Já, þetta er líka til allra.
lítið þið upp til núverandi formanna nefndana eða embættismanna og munið þið biðja hjálp þeirra á komandi skólaári? Bjarki? Já, auðvitað, liðið búin að standa sig sjúklega vel, sérstaklega af því hún var svo mikið frumkvöðla pæling að hafa bara 1 blað á enni í staðinn fyrir 2 og hún stóð sig með sjúklega mikilli prýði. Og einmitt eins og ég sagði áðan, bara að mínum mati 1 besta blað sem hefur verið gefið út af Viljanum. Og þetta var bara first try. Þannig, já, klárlega. Flott, Hekla? Já, 110%. Líf búin að hjálpa mér og bara hjálpa mér að finna hvar styrkleikar mínir lágu og eins og blaðið sem að koma út á morgun, þið munið sjá líka hvernig það skilaði sér með hans til. Ok, frábært. Já, ég lít sjúklega mikið til Ástu, mér finnst hún frábær og líka bara hvernig hún höndla allt ferlið og bara að sjá útkomuna. Þetta er ein flottasta bók hingað til og líka bara hvernig hún var, við okkur í nefndinni. Hún hafði svo mikla trú á okkur og hún, lét okkur gera hluti sem við kannski héldum við gætum ekki og bara svona var alltaf að hvetja okkur áfram í að prófa okkar nýtt. Og mér langar líka að hafa þannig bara í nefndin okkar, bara vera opin fyrir hugmyndum, bara hvetja aðra til þess að prófa þessu áfram í ykkur nýju. Út að maður getur svo miklu meira maður heldur og hún svo mikið svona, hjálpa manni að svona átta sig á því. Þannig að já, mér er sjúklega flott hvernig hún höndlaði þetta allt og ég lít mjög mikið eftir hennar. Já, ég er sammála, ég lít líka sjúklega mikið eftir Ástu. Hún bara höndlaði allt ferlið sjúklega vel. Það komu upp alveg nokkuð tilvik þegar það var bara svona fokk, hvernig ætlum við að redda þessu eða gera þetta. Græjaði alltaf, og hafði alltaf nefndina inn í öllum hlutunum þannig að það væri ekki bara hún sem tók ákvörðunar heldur bara allir. Og það er ótrúlega mikilvægt að þetta er samvinna, þetta er ekki bara einn nefndir eða einhverjum ákvörðun, þetta er bara öll nefndin sem þarf að vera inn í öllum. Og eins og að gefa út blaðið núna, í COVID, komið geggjaði hugmynd og hvatt okkur áfram í að framkvæma eins og til að gáða geggjað út úr því. Þannig að ég lít klárlega sjúklega mikið upp til Ástu og líka Kötlu sem var formaðurinn í Viljanum á fyrsta. Tek bara eitthvað út úr báðum ferlunum frá báðum ritstjórnum. Já, þær eru báðar, bæði Líf og Ásta, báðar frábærar, þannig bara mjög mikla fyrirmyndir. Síðan ætla ég einhverjum langaði að spyrja ykkur, Herdísi og Rebekku, hver skoðun ykkar á skemmtunaskólablaðinu er? Herdís, þú mátt byrja. Já, mér finnst þetta skemmtilegt koncept út að þetta vekur athygli á Morfís. En það er kannski hægt að endurskoða. Mér fannst ég ekkert móti að gera þetta í ár. Mér finnst það bara gaman og hann líka í samstarfi við Skemmtó. En það skapaði smá leiðindi í kringum þetta. En mér finnst líka bara að Morfís ætti þá kannski að taka smá meira ábyrgð og gera kannski smá meira í blaðinu. Út að þetta er náttúrulega til þess að kynna Morfís-liðið. En já, mér finnst alveg að Verslunarskólablaðið getur gert það í samstarfi við Skemmtó á næsta ári líka. En já, ég held að það sé bara upp til næstu ritstýri og formaður Skemmtó að ákveða þetta. Já, ég var með það sem stefnumál að endurskoða eins upplegg skemmtunar í samræði við Málfó af því að þetta var bara að einhverju svona vesen seinast sem að bara eitthvað auðvitað að komast hjá og þetta er skemmtileg hlutur og Málfó fannst þetta ótrúlega mikilvægur partur af þeirra viku sem ég skil mjög vel. Mér finnst kannski bara þetta með að vera meira að koma og það er gríðarlega mikið aðtilefni og setja það upp. Þannig að kannski bara að Málfó meira efnislegu hluti. En mér finnst að Verslunarskólablaðið myndi að sjálfsög geta sett upp blaðið og hjálpa til við allt þess að tengist ritnefndastarfinu. Af því að mér finnst bara gríðarlega mikilvægt að nefndir sé hjálpastað til þess að bara að gera nefndfélagið eins stórt og við getum og ef einhverjum nefnd langar til þess að gera blað að þá ætti ritnefndin að vera fullkomlega tilbúin til.
og bara líka til þess að komast fram hjá einhverju svona óþarfa veseni, þá bara auka samskipti, bara heyra í fólki og bara, þú veist, bara vera opin fyrir því bara að tala saman og bara leysa hlutina. Já. Síðan ætla ég að spyrja ykkur vilja frambjóðendur, eru þið með einhverja sérstaka hugmynd til að gera blaðið skemmtilegra? Það þarf ekki að fara mjög nákvæmt út í hvernig þið myndi framkoma það, en bara svona einhverja hugmynd. Ok, já. Er ég mjög short on time here, eða? Nei, ekkert eitthvað short on time, en þú veist, bara svona, við erum bara að halda góða flói. Já, ok. Ok, basically, ég var eins og verið að skoða gamlan Vilja og ég sá hana grein, hún var gett löng, það var enga myndir, gett svona þurr, það var ekki mjög grípandi fyrirsögn og ég var svona næstum bara að fletta yfir, en ég ákvað að lesa hana og þá var þetta geðveikt góð grein átrúskun sem er svona really bara svona spoke to me og ég alveg, damn. Sen hugsaði ég, ef almenningur hugsa svona, þá verður svo fáir, það verður svo margir að fara bara að fletta yfir og svo fáir að fara actually lesa þetta og fá skilabúðin sem hún hefur. Og þá hugsaði ég, langaði mig að finna ykkur að lausna því. Ég kom með mögulega að lausna því. Það er svolítið byltingakennt, en þá langaði mig að hafa hjá svona löngum greinum, eða bara kannski hjá öllum greinum, að hafa svona lítinn QR-kóða neðst. Þú getur skannað hann í símaninum og fengið þá bara hugmyndinn að lesa greinina fyrir þig. Bara lesa hann upp fyrir þig, þú getur lesið með eða gert eitthvað annað með hann eða hvað hannig. En það bara minnkar effortið sem þú þarft til að konsúma greinina svo mikið. Það er líka hægt að nota þessa QR-kóða í bara, til dæmis myndaþætti, að hafa þá, þú getur skannað á inn og séð, þú veist, behind the scenes, hvernig þau voru gerðir eða eitthvað hannig. Ég lítið snippet eða sketch eða eitthvað, hafa þetta getur fyllt eiginlega bara öllum greinum. Og í alvörunni, ég hef svo mikla trú á þessu, ég held að þetta geti bara bætt nýrri vídd við það sem Viljinn er nú þegar, sem er nú þegar alveg geggjað. En geti gert það svo miklu betra. Takk. Ok, Já, ok. Klárlega það stærsta sem ég myndi vilja koma síðan er að hún sé risastór og þú getur sko öll blöð, öll tímarit, allt behind the scenes, allt sem fylgir ferlinu og svoleiðis. Mér finnst líka til þess að koma eitthvað nýtt inn í blaðið þá þarf innblásið og þess vegna ætla ég að leggja áherslu á menningarfræðilegar listaferðir fyrir nefndina sjálfa og síðan að endurhugsa hefðbundnu liðina því að eins og í blaðinu sem kemur út á morgun þá verður þið sjá nýja útfærslu á hefðbundnu liðunum og það er bara miklu skemmtilega að lesa og ef þið kíkir tilbaka í gömlu blöðin þá munið sjá bara hellingsmun og bara aðeins að pæla betur í hugsunni baka það og svona breyti. Já, frábært. Ok. Má sjá. Ég ætla að biðja ykkur öllum að nefna mjög fljótt bara einn kost og einn galla við ykkur. Bara rétt að renni þér, Bjarki. Kostur, I finish the things I start og vel. Ég get ekki gert það. Og galli, það er enda líka alveg galli. Þetta er þessi fullkomna árátta að bara gera aftur og aftur og aftur. Það er algjörlega gallið minn. Hekla? Já, ég er með enga frestunarátu og ég sýni frumkvæði allt sem ég geri. Minn helsti galli er þegar ég er svona mikið að pæla ykkur liti þá svona lítið sem þeim er eitthvað sem lagt fram með mér á göngunum eitthvað, kannski lítið smá út og ég sé bara staring bara í sko sálinn eitthvað en ég er þannig ekki taka mark á því. Já, kostur. Ég myndi segja að helsti kosturinn minn væri hversu jákvæð ég er alltaf og að ég get bara að tækla hvað vandamál sem er. Og gallinn við mig er örugglega hvað ég er fljótfærin, myndi ég segja. Fljótfærin, er það ekki orð? Jú, fljótfærin. Fljótfær, örugglega. Fljótfær, já, fljótfær. Já, fljótfærin, fljótfær. Já. Kostur. Ég myndi segja að ég er ótrúlega óbærafull og ég er mjög til að stíga alltaf út fyrir kassa og eitthvað algjörlega nýtt. Og galli verður örugglega ég, þú veist, kannski stundum aðeins of smámunum sem þegar mig langar til
geggja flott. Pælir rosa mikið í details. Já. Má ég sjá. Það spyrja bara, það er nú ekki langt, það er ekki mikill tími eftir. Þannig ég ætla kannski bara að spyrja ykkur V87 frambjóðendur hvert hlutverk ritstýru er og hvað hafið þið fram á að bjóða sem gerir ykkur hæfið í þetta starf? Bara örstutt svona. Sko, ritstýran sér náttúrulega að halda utan allt og bara að mér finnst líka mikilvægt að hún passa öllum við vel nefndinni og hún var svona að útluta hlutverkin skilur að hafa eitthvað svona umsjónarmann yfir svona alla hluti og hún var að sjá svona stór hlutin eins og ráða að setja svona auglýsingu fyrir uppsettarna og eitthvað svona en svo er þetta líka bara svo mikið samvinna þannig að já, ég veit hvað spurningum þeirra af hverju ég myndi vera hæf líka. Hvað ritstýri gera og af hverju hún er hæf? Hvað, já, bara hvað ritstýra gerir og hvers vegna, já, bara svona hvað, af hverju þú? Sko, ég hef mikið ástríðu fyrir þessu og ég legg mig alltaf 100% fram í störf hana í tengstu bókina. Ég er mikið leiðtogi og hef alltaf verið það eins og ég hefði handbolta og var fyrirliði þá þannig ég veit hana hvernig þú átt svona að halda utan hóp og hvetja fólk áfram og hafa trú á þeim til svona árangri. Já, og mér langar líka bara að þú gera eitthvað stærra og kannski hugsa þess út fyrir boxi núna og þá reyna að koma ykkur nýjum í bókina sem kannski enginn hefur séð áður til þess að fá þetta, til þess að gera það svo einstaka. Okay. Já, hlutverk ritstýru en alltaf verkefni þess að það maður kunna á alla hliðar ritmyndarinnar og bara geta stokk í allt. Og þess að til ég geti verið góð ritstýra, ég kann hliðar ritmyndarinnar. Ritstýra þarf líka að vera til staðar fyrir alla nefndina, ekki bara þegar það tengist endilega verkunum, heldur bara líka þegar það er eitthvað sem amar að. Það er ótrúlega mikilvægt bara að ritstýra vinur fyrst og fremst frekar en einhver stjóri eða einhver sem er yfir. Ritstýra er ekkert æðri en nefndin, hún er bara meðlimur nefndarinnar sem hefur það hlutverk að peppa fólk áfram, ýta eins mikið að getur og bara hvetja það og vera til staðar fyrir það. Það er það sem mér finnst ritstýra. Það er að vera til staðar fyrir fólkið, passa upp á að allir hafi tjáningarfrelsi og líði vel með að koma skoðanir og af því að, já. Ok, flott. Það er spurning sko hvort ég leyfi ykkur bara að koma með einhver lokaorð núna, eða er eitthvað sem þið viljið koma fram svona sem var já, sem þið náðu ekki að koma fram í spurning. Er eitthvað sem þið viljið segja, bara einhver stutt lokaorð? Bjarki. Já, ég reyndar eitt varðandi klíku og svona. Fólk geti kannski eitthvað verið að pæla í því, en ég mynd alls ekki. Ég hata upphæfa klíku, alls ekki. Og ég meina þegar ég komst inn í Viljan sem busi, þá komst ég inn af því að sú nefnd var hugsaði nákvæmlega eins. Og ég virkilega vil feta í fótspor þeirra og gefa þeim séns. Það er bara, ég er að fara að taka inn einhvern sem er hæfur og hefur eitthvað upp á borðið að bera og ef þú hefur þessa ástríðu, ef þú hefur hana metnað og er bara ready to go the extra mile þá ertu nú þegar alveg orðinn frekar hæfur að mínu mati. Það er náttúrulega ógeðslega mikið plús og kanta á Photoshop, InDesign og allt þetta en ef þú hefur ekki þessa attributes, að virkilega vilja þetta þá, ég veit ekki, það er eitthvað off við það. Ég er næstur. Ok. Hekla. Já, mér þykir svo ógeðslega vænt Viljan félagið og þegar maður gerir eitthvað með ást þá gerir maður það bara fullkomlega og ég veit að ég mun sjá til þess að bæðið muni vera alltaf eins og áður og
muni bara, þú veist, ná til allra. Mér langar að fá fleiri nemendur í blaðið. Mér langar að í viðtölum þá kannski spyrjum við aðeins öðruvísi spurningar og leitum meira eftir styrkleikunum heldur en bara svona að kynnast þeim. Þú veist, mér langar að í viðtölum þá kemur fólk eitthvað nýtt á borðið og þegar maður er svo ofta að segja það sama. Þess vegna held ég að þannig getum myndað fjölbreytilegan hóp og ég ætla algjörlega að velja bara því hæfustu og síðan bara vonandi geta allir sem vilja tekið þátt í blaðinu og bara nemendur skólans nota þess. Frábært. Herjá, mér langar svo mikið að koma á framfæri bara að, þú veist, þetta er svo mikið tækifæri að vera í Verslunarskólablaðinu, að prófa áfram ykkur nýju og koma ykkur á framfæri. Þú veist, eins og þegar ég byrjaði, þá, þú veist, ég kunni ekki á Photoshop, ég kunni ekki neitt þannig, ég taldi mig ekkert eitthvað svaka hæfileikaríka, eitthvað svona típu, en ég bara kom inn í blaðið og ég bara svona fann mig svo mikið og þetta var svo mikið tækifæri að prófa eitthvað nýtt og þetta var bara svona, ég fann mig bara akkurat, bara þetta var akkurat það sem ég vil og bara fólkið sem ég mun taka inn í nefndina, þú veist, þegar mér fór svo gott tækifæri og bara ef þið hafa metnað, ef þið hafa vilja, þá getur maður allt, skilur, og það maður þarf svo mikið, maður þarf svo fjölbreyttan hóp, þú veist, það getur þetta að fá eitthvað sem að kanna teikna allt það, en líka bara fólk sem er bara með hugmyndir og bara vill gera þetta okkur stóru. Þannig, já, mér langaði að bara koma þessu á framfæri og bara, þú veist, já, bara treysta fólki fyrir hlutverkunum og bara skapa góða móral og treysta fólki fyrir hlutverkunum og þegar gefa sér 100% í þetta, þá held ég að skapa góða móral og bara, já. Ok, Rebecca? Já, ég legg bara ótrúlega mikið upp á því að nefndin að bara fjölbreyttum einstaklingum sem hafa allir eitthvað til borðsins að færa af því að Verslunarblaðið snýst fjölbreytileika. Þetta er ábót fyrir alla verslinga og með því að fólk sé fjölbreytt þá fáum við input úr öllum áttum og við gert blaðið bara risastórt og eitthvað fyrir alla. Mér langar bara til þess að taka blaðið á næsta level, blaðið ára geggjað, en ég veit að það er að gera bara sjúka hluti við blaðið. Og það er að leggja svo ótrúlega mikið metnað, byrja fyrir, það er að nýta sumarið, það er að gera sjúka hluti. Það er að koma svo miklu á framfæri. Mér langar bara að koma ótrúlega mikilvægum skilaboðum líka inn í Verslunarblaðið. Mér langar til þess að fólk getur skoðað Verslunarblaðið eftir mörg ár og bara farið beint í árið þar sem að þegar það var gefið út og verið bara oh my god, ég man til þessu og bara fengið ótrúlega góða minningar í hjarta. Og þú veist, Verslunarblaðið á að vera bara eitt stór bara tákn alla minningarnar sem að fólk eignaðist í Versló og mér langar bara til þess að fólk sé ótrúlega stolt af því og finnist það einhvern veginn bara vera hluti af því. Það er það sem að mér langar til þess að Verslunarblaðið sé. Ok, ég hugsa að þetta sé bara komið gott á núna fyrir ykkur Vilja og V47 frambjóðendur, þannig bara takk fyrir að koma Bjarki, Hekla, Herdís og Rebecca og bara gangi ykkur vel. Takk. Takk hérlega fyrir. Ajá. Bye. Jæja, ég var tilkynna aðeins inn. Gústi? Það ekki bara. Herðu, næsti hópur, ef ég man rétt, eru frambjóðandi formann Málfó, Baldvin Bjarki og síðan er það frambjóðandur í embætti féhirðis og það eru Ísabella og hann Atli Baldur. Síðan er það rétt hjá mér, er það rétt skilja hjá mér að það sé hérna staðgengill fyrir Gabriel sem er því miður bara lasinn og komst ekki. Nei, ok. Nei. Já, þannig að ég hugsa að þau verði bara 3 í næsta. Held ég. Já. Bíðum bara eftir að þau detti inn.
hver er að koma inn? Ísabel er komin inn. Halló. Datt vídeó mitt út. Hérna, turn on camera. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Jæja, Atli Baldur joinaði hitt hollið tvisvar en spurning hvort hann ætla hana. Nei, Þarna er þetta. Logi. Ætla Logi að svara fyrir Daginn. Gabriel. Já, það er ekki. Jú, Logi ætla að tala Gabriel, það var eitthvað svið. Ok. Ísabella, þú mátt kveikja myndavél. Logi líka þess vegna, en samt mæli ég með því að fólk kynni sig hvernig Gabriel lítur út. Já, skal gera það fyrir ykkur. Ég vil gæði myndavél minni. Þetta er Gabriel, ég er ekki Gabriel. Ég er enná fyrir Gabriel. Ertu með okkur, Ísabella? Hún er með mjútaða mæk, sem sem er. Og enga myndavél. Það er nokkuð. Eru bara í beinni Ágúst? Ennþá. Frábært. Já, byrjum bara að sýna myndbönd. Leyfum Ísabellu að koma bara á meðan við erum að sýna. En ég hugsa að ég ætla aðeins að breyta núna hvernig ég spyr frambjóðendur í staðinn fyrir að hafa alltaf í stafrófsröð. Það er svona dálítið pirrandi kannski að heyra alltaf sama byrja, þannig að ég hugsi ég taki Atla, Baldvin, Ísabellu, síðan Loga og síðan myndi það næst Logi svara fyrst, Ísabella, Baldvin og Atli. Þannig að það væri... Þú veist. Það er bara... Yes. Ok, eigum við þá að byrja á að sýna bara stuðningsræðuna hans Atla Baldurs? Já. Ekki? Ágúst heyrir alveg í mér þannig að græja það bara. Herðu, ég fekk símtal daginn og það var 1 af 3 frambjóðendunum í Fjeri og sá aðili var að velta fyrir sér hvernig öll fjármálin og starfsmann Fjeris fór í ár. Og það var bara einn sem hringdi mig og byrjaði að pæla út í hvað gerist í fyrra og hvernig átti sér stað og allt það. Og þessi aðili var mjög mikið að pæla í þessu. Það sýnir bara metna, dugna og áhuga semi við því að vera Fjeri á næsta ári. Og það er hann Atli og ég, undirritaður Óttar Ómarsson, ætla að kjósa þangað í Fjeri út af þessu símtali. Blessu, ég ætla að segja nokkur orð Atla. Ég er búinn að þekkja Atla síðan í fyrsta bekk í grunnskóla og þetta er geggjaður náungi bara. Hann er alltaf á 10 og þess vegna finnst mér að þetta ekki að vera erfið ákvörðun að setja X við Atla í Fjeri. Ég tók eftir því að það var svolítið mikið bara opbáslega löng svör. Já, við fórum þetta yfir tíma. Nei, við erum ekki með við erum með skjal og opið. En okkur tæki ekki bara, okkur leiði ekki bara spurningar úr YouTube? Við ætlum að gera það Atli, en við ætlum að gera það bara, við þurfum bara að hafa tíma fyrir það. En já, næst ætlum við að sýna stuðningsræðina hans Baldvins. Baldvin Bjarki Gunnarsson er gráðugasta forréttindafyllsta ógeð sem ég hef nokkuð tímann hitt. Hann er alltaf að drífa sig hvort þú sérðan, hann er alltaf með þetta Gucci-belti og hann segir orðin fíblið þitt miklu oftar en hann ætti að gera það. En þessi setning er oft sögð Baldvin, mjög oft. En ein setning sem er sögð jafnvel oftar er þessi. Baldvin reddaði þessu. Ég hef fengið þann heiður að nota þessa setningu í mörgum mismunandi samhengjum. Morfísliðinu vantaði pítsu. Við þurftum ekki að leita langt, Baldvin reddaði því. Rjóman vantaði grein á MBL. Við þurftum ekki að leita langt, Baldvin reddaði því. Mig vantaði vin sem gat alltaf fengið mig til að hlæja. Var mér stöðugt til halds og trausts, lífgaði upp á hversdagsleikann, vin sem var á bakvið Gucci sólgleraugun sín,
einn vænasti, besti og traustasti maður sem ég hef nokkuð tímann á ævi minni fengið þann heiður á að kynnast. Ég þurfti ekki að leita langt. Baldvin reddaði því. Svo, kæru verslingar, það er til gæi í Versló akkurát núna sem elskar að gera hlutina vel og hatar meir en allt að gera þá illa. Lítill pjakkur sem græjar hlutina og er, þrátt fyrir andlitið sitt, ekki leiðinlegur fáviti. Og hvað vantar okkur, kæru verslingar? Okkur vantar greindan, reyndan og góðan forman málfó. Einhver sem er alltaf til staðar og vill gera hlutina vel. Einhver sem á eftir að gera allt, og ég meina allt, til þess að gera næsta skólaár eins gott og við eigum skilið. Við þurfum ekki að leita langt. Baldvin reddar þessu. Þú svarst núna. Ok, næsta stuðningsræða er hjá henni Ísabellu. Hæ, ég heiti Sóldís Eik og ég á öðru ári í Versló. Ég ætla svo sannarlega að setja XP Bellu í þvíhirði og það eru margar ástæður af hverju þið ætla að gera það líka. En helsta ástæðan er svo að hún er svo opin og það er mjög auðvelt að tala við hana. Hún á svo auðvelt með að kynnast fólki og eins og í fyrsta sinn þegar ég hitti Jakob þá nýtti ég hann til að vera með mér og þegar ég var svo stressuð. Og bara eftir smá stund var Bella búin að segja henni bara allt og ekkert og þegar leiðum fyrir að tala þá getur henni kallað í kaffi. Og mér leið bara eins og ég verið þörftilega hana, þú veist, ég komst ekki að en þú veist, svona fyrir Bella. En það sem ég er að segja ykkur er að þetta er bara mjög gott dæmi með Bellu og það er ekkert verkefni of stórt, lítið eða skrítið fyrir hana. Það sem hún skilur öllu að sér bara 100%. Og hún mun taka öllu með opnum ermum og engin hugmynd er of stór fyrir hana eða verkefni. Og það er akkur mér finnst hún fullkomin í þvíhirði. En að lokum þá vil ég bara segja ykkur að Bella er duglegasta, metnaðarfyllsta og skipulegasta manneskja sem ég hef bara kynnst. Og það er akkur ég treysti henni 100% fyrir að vera þvíhirðin okkar næsta ári. Og ég vona bara að þið öll kjósið rétt og nýti kosningaréttinn ykkur. Jæja, ég veit aldrei hvernig ég á að vera, eins og ég var að segja hann, þetta er eins og að vera með uppistand fyrir fram að tóman sal. Ég ætla bara að leyfa ykkur, frambjóðendum og Loga, að kynna ykkur eða frambjóðendan sem þið eruð að tala fyrir og í hvað embætti þið eru að fara í. Ok, Atli, byrjaðu bara. Já, ég heiti Atli Baldur Atlason og ég er í framboði til embættis þvíhirðis. Já, ég er það. Ég heiti Baldvin Bjarki Gunnarsson og ég er að bjóða mig fram í formann málfólk. Og ég heiti Ísabella Hrenn og ég er að bjóða mig fram í þvíhirði. Ég heiti Gabriel Reykjavík, fram í þvíhirði. Ok. Það er sem sagt verðan að fyrir Gabba. Já, þetta er Logi sem er að tala fyrir Gabba. Viltu sýna að mynda Gabba? Hérna Gabbi. Þetta er Gabriel. Hann er að bjóða sig fram í þvíhirði. Ég ætla bara að byrja þetta á já og nei spurningu. Og bara, ég ætla að leyfa Loga að byrja að svara. Fyrir hönd Gabriels. Er Gabriel hérna feministi? Já. Ég held það. Ok, gott. Já, og þið svarið öll þá, þetta er til ykkar allra. Þannig að Ísabella. Já, 100%. Já. Já. Ok, gott. Síðan er hérna til þvíhirðana. Eru til að segja okkur svona mjög stutt frá ykkar reynslu? Atli, þú byrjar. Já, hérna bara í öllu sannleiki skilni þá er reynsla mín mjög takmörkuð í svona málum. En ég er mjög fljótur að læra og ég hef mjög áhugasamur með starf. Svo ég trúi því að ég muni verða mjög góður. Já, Ísabella. Já, ég var í ungmennaráði Garðabæjar í 1 ár og þá fórum mikið yfir svona hvað vildum betur bæta við Garðabæjar, fórum við fjárhagsstöð og þannig. Svo var ég einnig í félagsmálafræði í Garðaskóla og þá lærði ég að setja upp böll, ég var í því í 2 ár og þá lærði ég að setja upp böll og hvernig tala við artista og fá það til lækkaverði og svo framvegis.
Svo núna ég annað bekkjaráði og þá ég að setja upp peysó og erum að redda styrkjum og þannig. Ok, Gabriel? Gabbi var í ljósmyndanefnd, gerði basically allt þar, ja, með formanninum og hann hefur bara haft alltaf áhuga á fjármálum, talar ekki annað, alltaf að tala við einhverja framkvæmdastjóra, mætir á sjálfstæðisfundi, ræði málin og já, eina sem ég get sagt. Ok, frábært. Baldvin? Já. Fyrir hvað? Þú ert örugglega búinn að vera að bíða eftir þessu. Fyrir hvað stendur skammstöfunin Morfís? Mælsku- og rökræðukeppni Framhaldsskóla Íslands. Nei, byrju. Jú, mælsku- og rökræðukeppni Íslenska framhaldsskóla. Nei. Framhaldsskóla Íslands, jú. Jú, það ekki? Mælsku- og rökræðukeppni Framhaldsskóla Íslands. Jú, ég hefði aldrei það. Jú. Það var annað það eða framhaldsskóla á Íslandi, en ég hugsa að sé bara... Framhaldsskóla Íslands, já. Já, ég hugsa að sé þannig. Síðan hérna, til ykkar allra, lítið þið upp til núverandi formanna, eða undana eða embættismanna og munið þið biðja þá hjálp á komandi skólaári? Já, Gabriel. Ég og Gabbi erum sammála að Dagur mikill meistari, nei Daði, og bara frábær maður. Og já, ég veit ekki alveg hvað hann finnst hann samt, bara hann sem fík. Talar ekki illa hann allavega. Já. Ísabella? Já, klálega. Þótt ég þekki hann ekkert persónulega, þá hef ég alveg skoðað hvað hann hefur verið að gera, en það eru auðvitað hlutir sem ég væri til að gera öðruvísi og ég er með aðra stefnur og svona, en auðvitað alltaf ef ég væri í einhverjum vafa með eitthvað myndi ég alltaf tjekka og leita mig hjálpar. Já, ég lít algjörlega eftir Röggu. Hún vann ótrúlega gott starf í ár og ég myndi ekki hika við að leita hjálpar frá henni. Hún sett alveg ótrúlega gott fordæmi og ég vonast til þess að geta fengið tækifæri til að feta í hennar fótspor. Já, ég líti upp til dags, það er klárt. Eins og Ísabella segir, þá er alveg eitthvað sem ég hefði gert öðruvísi, eða ég mun gera öðruvísi. En ég hef verið í sambandi við Daða, sorry. Ég hef verið í sambandi við Daða bara um starfið og verið að forvitnast eitthvað og fengið hjálp frá honum. Og ef ég yrði í vafa á næsta ári, þá myndi ég klárlega leita til hans. Ok. Féhirðar, hver eru plön, eða ykkar plön sem féhirðir og hvað gerir ykkur hæfi í starfið? Atli. Sko, ef einhver ykkar hafi lesið hérna vefsíðuna mína, þá vil ég byrja árið á því að taka saman alla formenn stjórnarnefndana og fara yfir uppgjör fyrir daga. Og út frá því gera svona mjög grófa fjárhagsáætlun. Og síðan í framhaldi þess myndi ég vilja vera í mjög góðu sambandi við allar nefndir. Og síðan bara væri ég mjög mikið til í að búa til svona, ekki nefnd eins og þið þekkja þér, heldur svona undirnefnd sem myndi sitja svona bara, sem ég myndi bara fá einn aðila úr hverri stjórnarnefnd. Og við myndum bara búa til svona fjármálanefnd og þannig væri auðvelt að halda utan um allt. Svo að, já, það væri mjög auðvelt að halda utan um öll fjármál bara frá öllum. Og þannig var hægt að halda mjög góð samband og svoleiðis. En síðan væri líka mjög fínt að týndist alveg. Þetta var vandræðalegt. Nei, þetta var mjög flott, sko. Já, ég man aldrei ekki hvað það sagði. Ég fekk hérna message bara áðan eftir að ég postaði Instagram-storíinu mínum að hvort að ég myndi ekki alveg vera að endurgreiða böll, eða svona, eftir 2 ykkar fyrir böll, það er náttúrulega vesen, ég lenti í 2 og jú, ég mun leggja mjög mikla áherslu á það.
mun stofna bæði Instagram og Facebook reikninga fyrir féheyrnarstarfið, eins og ég segi í vídeóinu mínu. Og að þannig væri auðvelt að hafa samband við mig. En já, það er svona aðalega það. Ok. Ísabella? Og ég myndi klárlega byrja bara á því að búa til áætlun og svona setja þetta allt upp og skipuleggja mig mjög vel. Því að mér finnst það skipta ótrúlega miklu máli að hafa gott skipulag. Því að þá veit ég alveg hvað ég er að fara að gera og hvað er að fara að gerast. Ég myndi tryggja að allar nefndir myndi fá styrk. Þú veist, tala við þær og vita hvað ég vantar og svo svoleiðis. Svo einnig myndi ég passa vel upp á að engin peningur færi í vaskinn, því að það er ekki gaman. Einnig myndi ég vera alltaf til staðar og tala mjög mikið við forseta og markaðsstjóra og líka ef við komum út í hagnaði, finnst mér ótrúlega gaman ekki þá að geta lækka miðaverð á böll, því að þá erum við svona, mér finnst það mjög gaman, og einnig að hafa bara góðan anda innan skólans, mér finnst það skipta ótrúlega miklu máli. Já, Gabriel? Ég veit að Gabbi myndi gera langbestu fjárhagsáætlunina, þar sem hann býr til fjárhagsáætlun þarna heimilisins hverju mánuði og sér öll fjármálin heima hjá sér. Og svo myndi hann funda með þarna stjórnarnefndum einu sinni enn og svo líka funda með miðstjórnarnefndum eftir þörfum. Hafa góða yfirsýn yfir allt saman og hann myndi vera aðgengilegur fyrir alla. Það er mjög létt að tala við Gabriel og hann er með þetta. Já. Næsta spurning er til þín, Baldvin. Hvernig ætlar þú að skapa aftur góða stemmingu í kringum Morfís? Já, í kringum Morfís. Þetta er eitthvað sem ég er búinn að vera velta aðeins fyrir mér vegna þess að, eins og ég segi, það var aðsóknin í Morfís í ár bara ekki alveg nógu góð miðað við hvað við erum ábúðslega stór Morfís skóli. Ég held að það sé nokkrir hlutir sem hafa átt þátt í þessu yfir árið. Ég held að sé bara það að elsta árið sýndi ekkert sérstaklega mikinn áhuga á Morfís og elsta árið er ábúðslega mikið fordæmi fyrir bösunum og ég held að það hafi haft gríðarlega mikil áhrif vegna þess að við sáum eiginlega bara 02 módelin mæta á keppnir. Síðan var það líka held ég bara hreinlega við í Málfó auglýstum keppnina en ekki nóg og svo var náttúrulega svolítið mikið bakslag að missa 2 liðsmenn mjög snemma á önninni. Vegna þess að ef við lítum tilbaka þá var VFML mjög vel sótt og það er eitthvað sem ég ætla að leggja sérstaklega mikla áherslu á og endurtaka núna á næsta ári. Að fá aftur brjálæðislega góða mætingu á VFML og skapa mikla eftirvæntingu fyrir deginum sjálfum. Vegna þess að með því að gera þetta, með því að kynna Morfís strax fyrir bösunum, þá ættum við að geta komið Morfís aftur á það stig sem það var hér áður fyrir. Síðan er ég líka með nokkra hugmyndir vegna þess að vanalega þá fer Morfísliðið í æfingaferði til Akureyrar og ég held að það gæti verið óbúslega góð leið til þess að bara skapa meiri stemningu fyrir Morfís með því að leyfa fólki að komast að og fá að fara til Akureyrar og fylgjast með í keppninni og þá meðal annars er ég með hugmyndum að mögulega sameina íþrótt skíðaferðina og þessa Morfís vettvangsferð til þess að, þú veist, það myndi henta báðum nefndum, það myndi bæta aðsóknina í íþrótt skíðaferðina og það væri bara meira að gera á Akureyri. Það er alveg mikið sem þarf að gera en ég hef fullkomlega mikla trú á að ég geti komið Morfís aftur á það stig sem það var þegar ég var busið. Frábært. Féhirðar, næstaði til ykkar. Hvað teljið þið ykkur hafa yfir mótframbjóðendur ykkar? Gabriel. Og bara peningamál yfir höfuð. Þú veist, hann bara, þetta er aðal áhugamáli hans og hann talar ekki annað sko. Og hann er alltaf að lesa sig til fjármál og búa til fjárhagsáætlanir og hann er að fara að búa til sitt eigið fyrirtæki í sumar og eitthvað. Og já, bara það. Ok, Ísabella? Hjá mér er það hvað ég er rosalega metnaðarfull og skipulögð og ef ég fæ eitthvað verkefni þá ger ég alltaf 110% því að sama hvað stórt og lítið verkefni er, mér finnst alltaf skipta ótrúlega miklu máli
líka reynslan sem ég hef úr félagsstörfum mjög mikil. Ég hef alltaf verið mjög virk í að taka átt í félagsstörfum og mér finnst það svo rosalega skemmtilegt og einnig hef ég mjög góða stefnur fyrir stjórn og fyrir, já. Já, mig grunar að ég sé með metnaðarfyllstu í þessu starfi allavega og síðan eins og þá held ég að ég sé með bestu og heilsteyptustu áætlun allavega, já, fjárhags og áætlun bara fyrir næsta skólaár. Ok. Baldvin? Já. Hvernig ætlað þú að skila nefndinni í betri fjárhagslegri stöðu en núna í ár? Já, þetta einmitt eitt af megin stefnumálunum mínum og eitthvað sem ég er búinn að vera pæla opaslega mikið í af því að sagan hefur svolítið bara sýnt að Málfór sé bara nefnd sem að lendir aftur og aftur í 1 til 2 milljón króna tapi sem að bara hreinlega óásættanlegt. Og það þess vegna sem að ég er búinn að setja upp á vefsíðunni minni sérstaklega áætlun og hún í 4 pörtum. Í fyrsta lagi það þarf að hefja samningaviðræður við þjálfara miklu fyrr en hefur verið gert til þess að við getum komið okkur í betri stöðu í samningaviðræðum og það kannski verðt að nefna að ég er búinn að vera í viðræðum við nokkra mögulega þjálfara fyrir komandi skólaár og það hefur litið alveg opaslega vel út. Ég er mjög bjartsýnn fyrir því að ég muni ná að lækka laun þjálfarana á næsta skólaári að minnsta kosti 500.000 þegar litið yfir heildarstöðuna í lok árs. Síðan í öðru lagi þá er mjög mikilvægt að við í Málfór förum að nýta auglýsingatekjurnar okkar eða auglýsingaleiðirnar okkar betur vegna þess að ég tekið eftir því að markaðsmálin í Málfór hafa svolítið bara verið að senda einhverjar auglýsingar einhvern tímann og ekki leggja mjög mikla áherslu á það en það er svolítið skrítið vegna þess að við í Málfór sérstaklega höfum opaslega margar leiðir til þess að auglýsa fyrir fyrirtæki. Í þriðja lagi þá er peysusalan okkar helsta tekjulind og það er þess vegna svolítið mikilvægt að við séum að fá meiri pening úr henni heldur en að við erum búin að vera að fá síðustu ár. Og það er þess vegna sem að ég vil bara leið það að koma ný nefnd, tala við fyrirtæki sem að geta séð að prenta peysunar okkar og reyna að koma kostnaðarverðinu eins lágt og hægt er. Vegna þess að við erum bara alltaf að koma 1 milljón í plús, eitthvað í kringum það, en kostnaðarliðinir hjá Málfór alltaf í kringum 2 til 3 milljónir. En varstu að segja eitthvað Dagur? Já, spurning hvort við leyfum fólki bara svona að tékka á þessari áætlun og skoða hana betur á netinu. Já. Þannig við getum komist bara ágætlega hrætt í spurningar. Já, bara nefna seinasta liðið minn, þá það bara í raun og veru bara að selja miklu meiri varning, selja, þú veist, meiri drullar út meistarabóli, eitthvað þannig. Í raun og veru bara að koma með meiri pening, meðal annars að koma með sumarbakka núna í sumar. Ekki meira. Já. Fíhirðar, hvernig metið þið efnahagsástandi í þjóðfélaginu? Búist þið við að erfiðara verði að reka nemendafélagið í þeirri kreppu sem séð er fram á? Hvernig ætlið þið að sjá til þess að nemendafélagið verði fjárhagslega stöðugt á næsta ári? Atli, við skulum ekkert fara, ég hugsa svörin gæti verið dálítið löng hérna, hann er bara einhver stutt svona atriði. Það er erfitt að svara sem í stuttu máli, sko. Já, ég veit það. En jú, þjóðhagskerfi bara heimsins mun svolítið fara í skítinn, sko, eftir þessa veiru. Og það verður vissulega örugglega erfiðara að reka nemendafélagið, eins og verður erfiðara að reka langflest fyrirtæki sem eru nú þegar til. Svo að sko. Það sem væri hægt að gera til þess að komast upp á móti þessu það er erfitt, sko, en við gætum þurft að hækka skólagjöld til þess að ég er leiðilegt að segja þetta, en það gæti verið að skólagjöld þurfti aðeins að hækka til þess að alltaf til að koma nemendafélaginu þannig séð út í minna tapi, en síðan náttúrulega er bara hægt að reyna að endurskipuleggja fjármál nemendafélagsins bara sem eina heild og þannig séð úthluta peningum á betri máta til þess að það fari ekki til spillis. Og síðan bara
fá alla fjárhagsstjóra bara allstar innan nemendafélagsins til þess að vinna harðar og það kannski, ég ekki að segja að fólk sé ekki að vinna eins hart og það getur, en bara til þess að komast fram hjá þessu og komast yfir þetta, yfirstíga þessa kreppu, þessa kreppu sem yfirvofandi, þá verður, þá munum við væntanlega þurfa að gera eitthvað svolítið drastískt. Já. Ísabella? Já, það á klárlega eftir að vera aðeins skrýtnara og við munum klárlega eiga eftir að þurfa að fórna einhverju og eitthvað svoleiðis, en með því að gera góða markaðsáætlun og auglýsa skólann vel, reyna að fá fleira fólk á böll ef það má og bara fara vel yfir markaðsmálin, skipuleggja þau ótrúlega vel og vinna bara einhvern veginn öll saman, bara láta vita, vera fljót að svara og vera bara í góðum samskiptum við hvert annað, þá ætti þetta ganga ótrúlega vel. Takk fyrir. Já, Gabriel? Já, þessi kreppa hefur nú mestu áhrifin á svona ferðafyrirtæki og ferðaþjónustuna. Ég veit ekki hvort þetta hafi einhver mikil áhrif á Vestló, en við þurfum alltaf bara að passa okkur samt. Það gæti gerst að allt hrynji og þá bara verðum við tilbúin. Ég veit ekki hvernig Gabriel gerir það, en hann mun verða það. Dagur, má ég bæta smáið? Já, bara örstutt. Já, bara örstutt. Án þess að vera eitthvað dánur, þá getur verið að næsta ári þá verði minna styrki frá fyrirtækjum. Vegna þess að það verður erfiðara fyrir þau að veita styrki. Svo að, bara vera vel búin. Já. Síðan kom hérna inn svona smá svipuð spurning, en hún mjög skemmtilega orðuð og mjög skemmtileg. Og hann til fjera, eins og allir vita, þá hlutabréfamarkaðurinn down the shitter right now út af COVID, en það einungis ein leið áfram þegar maður fer á rock bottom. Þegar hlutabréfamarkaðurinn fer að jafna sig eftir nokkra mánuði eftir þetta COVID-rugl, þá ættu góðu fjörðir að sjálfsögðu að sjá gróðan í þessu tækifæri. Það væri hægt að tvöfalda pening NFV á nokkrum dögum. Þannig kæru fjörðis frambjóðendur, myndið þið taka þess áhættu og setja allan eða stóran hluta af pening NFV í hlutabréfamarkaðinn í þeirri von að geta fært meiri peningin í NFV. Þetta bara já og nei svo. Og Gabriel, þú mátt bara byrja. Já og nei svar. Við erum í rauninu of sein fyrir þetta, þess að markaðurinn á uppleið síðustu 2 vikur. Já. Og annars væri það fyndið, en ég held að það væri ekki raunhæft og það er ekki beint skóla starf beint, bara fjárfesta. En það er góð hugmynd. Já, Ísabella, já eða nei. Ég þurfti eiginlega bara að skoða vel hvernig skólanum er að ganga akkurat núna, en ef ég ætti að svara í fljótu bragði þá verð ég að segja nei. Atli? Já, við þurftum að, þetta væri vesen, en ef við værum með eitthvað pening bara í lausu, þá geta alveg verið fyndið að reyna hlutabréfamarkaðinn, en eins og staðan er núna, þá held ég að sé mjög óskynstjórnað. Já, en eins og Logi eða Gabriel voru að segja, það er nú eiginlega alveg rétt hjá hann, við erum svona við það að vera of sein, bara fjárfesta í hlutabréfum núna. Mig grunar að þetta sé svona smá fölsk uppsving núna. Við já, ég held að það svona væri fínt, eða það er þetta fínt að gera bara núna, en það væri of seint að næsta, veit ég, eða býst ég við, en ég veit ekkert hlutabréf, ekki nóg, þannig, en það er eitthvað sem þið veitum, þannig og ég treysti ykkur alveg. Næsta spurning. Baldvin. Hvað finnst þér kynjakvótan í Gettu betur? Kynjakvótan í Gettu betur? Ég meina að ég styð kynjakvóta í félagslífinu af því að ég er með það sem eitt af
að stefnumálunum mínum að bæta andan í félagslífinu og þá vil ég passa að allir sem að vilja taka þátt í félagslífinu fái tækifæri til þess að gera það og á kyni, og það er þess vegna sem að ég styð kynjakvóta. En að sjálfsögðu þá styð ég kynjakvótann þannig að ég vil að fólk taki inn hæfustu aðilana, en á sama tíma það þarf auðvitað að sjálfsögðu bara að passa upp á hana kynjakvóta og þú veist, þannig já, í stuttumáli þá myndi ég segja að ég styðji kynjakvótann í Gettu betur. Já. Spurning. Hérna er ein mjög skemmtileg. Ég ætla bara að spyrja hvernig hvernig ætlið að passa upp á að nefndir eyða ekki pening í eitthvað fáránlegt eins og introið hjá 12.0. Einhvers staðar verður þú að geta sagt stopp. Atli. Já, introið hjá 12.0, það var smá peningaeyðsla. Ég held að til þess að koma í veg fyrir svoleiðis aftur, þá var mjög opin samskipti, en síðan þarf bara mutual respect, bara að ef þið að leggja til þess að eyða einhverjum 100.000 krónu í eitthvað intro, þá verði bara að vera tilbúin að heyra nei, af því að það er ekki hægt að vera bara að henda peningum hvert sem er. Þetta þarf að vera skynsamlegt og það þarf að hugsa út í það hvert returnið eða þú veist, hvernig þetta myndi borga sig aftur, vegna þess að þetta er alveg dálítil upphæð til þess að vera eitthvað að leika sér með. Svo já, bara respekt á milli, eða bara respekta hvort annað og að respekta neyð. Ísabella. Já, mér samskipti skipta rosalega miklu máli í svona og auðvitað þarf líka forgangsraða, sérstaklega eins og fjárhagsástandið í þjóðinni er núna, þá þyrfti alveg að forgangsraða einhverju og svo framvegis. En auðvitað væri draumurinn að eiga bara nóga pening þannig að það væri hægt að framkvæma svona hluti. Já, Gabriel. Ég treysti nú samt bara til að meta hverja beiðni frá nefndum, þú veist, vel og vandlega, ekki vera að leyfa eitthvað svona rugl. Og já, ég get ekki sagt mikið meira, sko. Já, ég var að fá skilaboð frá Daða og þetta er alveg rétt, sko. Það var til dæmis núna, þetta 12.0 dæmi, það var ekki alveg, við vissum ekkert af þessu. Þannig bara munið að bara koma því skýrt fram að það þurfi að biðja um leyfi fyrst til að geta eitt svona mikill upphæð og bara svona ráð frá mér til ykkar. Ef hver eitthvað sem skildi ná kjöri, bara koma skýrt fram að þau þurfa að biðja um leyfi. En ég er með alla spurningarnar sem bárust inn í skjali, ég er bara að pæla núna til þeirra sem eru ég ætla að spyrja þá sem eru á live á YouTube, bara hvort þið hafa einhverjar spurningar úr sal og ég skal þá skjóta þeim á okkur. Þannig það verða bara komið núna. Aron Heimisson er með eina spurningu sem er bara að berast inn. Þú verðist líka eiga eftir eina spurningu. Já, alveg rétt. Jú, ég ætla að spyrja þig, Baldvin. Já. Hvernig, mér langar að spyrja þig hvernig þú ætlar að laga pizzakvótan eða sjá pizzakvótan. Já, bara í stuttu máli þá er kannski verðt að nefna það að ég er búinn að vera í samskipti við önnur möguleg fyrirtæki til þess að reyna að koma upp sérstökum kvóta bara fyrir Morphís og Gettu betur-liðin, vegna þess að það hefur bara sýnt sig að Morphís og Gettu betur-liðin éta upp hálfan kvótann og þú veist, það bara gengur ekki. Þannig ég held að besta leiðin til þess að koma í veg fyrir að kvótinn klári svona hratt
erum við að koma upp nýju samstarfi sem þá sérstaklega bara fyrir Mánfó. En svo held ég líka að það þurfa að setja aðeins harðari reglur hver fær að stýra þeim. Og það þá að bara forsetinn með aðgang að kvótanum og það fær engin annar aðgang nema það beðið sérstaklega leyfi þegar það verið að halda stóra viðburði og þá ég að tala hluti eins og vælið. Já, bara svona í stuttu máli, þá þetta svarið mitt. Já. Hérna spurning til Ísabellu. Þú sagðir á Instagram að þú vildir hafa ódýrari miða böll út frá hagnaði nemendafélagsins. Gerir þú þig grein fyrir fjárhagslegri stöðu nemendafélagsins einustu ár og hvernig á lækka miðaverð á böll að hjálpa? Þetta frá Aroni Heimissinni. Nei, ég var bara að meina þetta út frá, þú veist, ef til að gefa nemendum eitthvað tilbaka, ef við erum að græða óvenlega háa upphæð, þá væri auðvitað draumurinn á að geta lækka miðaverðið til að gefa nemendum skólans eitthvað. Einmitt. Einhverjar fleiri spurningar á sal áður en við förum bara yfir í lokaorð að Ragga meina. En já, Aron Heimisson segir hérna geggja svar. Takk. Ragga spyr hérna þrátt fyrir að við höfum ákveðið að hafa hann ekki með bara út á tíma. En Baldvin, hvaða framtíðarkerfi fyrir Gettu betur ertu að tala með vídeónu þínu? Sem sagt, mér langar til þess að setja upp kerfi en auðvitað, þú veist, í samræði með komandi Gettu betur þjálfurum þar sem að við myndum þá mögulega taka inn 2 busa liðsstjóra sem að sýna fram á að þeir eru með hæfileikana sem að þarf til þess að vera góðir í Gettu betur en eru einfaldlega bara ekki tilbúnir til þess að takast á núna. Og það þess vegna sem að ég vil hvetja það að taka inn 1 til 2 til 3 busa liðsstjóra sem að myndi þá þjálfast á fyrsta ári, vera síðan aftur liðsstjórar á öðru ári til þess að geta verið partur af liðinu á þriðja ári. Þetta með tímanum á eftir að gera okkur miklu sterkari í Gettu betur. En þetta að sjálfsögðu ekki eitthvað sem að ég get ákveðið sjálfur, þetta eitthvað sem að, þetta bara hugmynd sem ég fékk og væri gaman að geta prófað. Einmitt. Nú ætlum við bara að fara yfir í lokaorð, þannig að ef það eitthvað sem þið viljið koma frá okkur, eitthvað sem kom ekki fram, bara eitthvað stutt, þá þetta eitthvað tækifæri. Þannig Atli, þú mátt bara byrja. Já, ég vil bara segja að ég hvet alla til þess að kíkja á allt efni sem að við höfum öll postað á Facebook og Instagram og hvað sem er. En síðan bara vil ég segja að ég vona að kjósa rétt og ég vona að kjósa mig. Baldvin? Já, ég vil kannski bara segja ég vona að fólk nýti sér kosningaréttinn sinn og taki upplýsta ákvörðun. Ég hef brennandi áhuga á starfinu og ég held að ég geti gert það ofboðslega vel. Og ég vona að fólk treysti mér til þess að gera næsta skólaár að því besta sem það getur orðið. Takk fyrir mig. Já, ég vildi bara segja að ég tilbúin að taka á mig alla hana ábyrgð sem felst í því að vera féhirðir og ég veit að ég mun leggja mig svo mikið fram við að sinna þessu starfi og gera ykkur öll stolt. Gabriel bara maðurinn í starfið og þarna getið tjekka meira á honum inn á gabrielfjörðir.com. Hann í 2 vinnum, hann alltaf vinnandi, hann veit allt pening, hann svaka duglegur, bara kjósi rétt. Erðu, frábært, bara takk hérlega fyrir að koma og spjalla við mig. Já, bara gangi ykkur öllum vel. Takk fyrir. Takk.
þú ert bara svona, ok, þú ert bara svona kallið á mér, sko. Já. Já, svona setið við, ok. Cool. Já, bara, hæ, verið velkomna Hæ. á Kandídatafundinn. Er ekki bara hressar, allar? Jú. Ok, við kannski byrjum á að, eða þið byrjið kannski á að kynna ykkur bara og svona, og segja frá í hvaða frambóðið þið eruð í og svona. Nei, bara byrja rétt bara svona, já, þannig að, og við ætlum að gera þetta eins og áðan, við ætlum að gera þetta eins og áðan, það er bara stafrófsröð og síðan fer ég öfuga röð eftir það og svona til skiptis. Þannig að það er ekki alltaf sami að byrja. En er það ekki rétt mér þá Álfheiður? Byrja bara að kynna sig. Já, ég heiti Álfheiður Dís og er að bjóða mig fram í formann Listó. Já, ég. Ég heiti Iðunn Asp og ég er að bjóða mig fram í formann Listó. Og ég heiti Kara Kristín og ég er að bjóða mig fram í formann Nemo. Og ég heiti Lovísa og ég er að bjóða mig fram í formann Nemo. Flott, ok. Við byrjum bara á stuðningsræðinu hennar Álfheiðar. Já, komið þið sæl. Kæru verslingar, ég heiti Árni Þór Guðjónsson og ég ætla að segja ykkur af hverju þið ættu að kjósa Álfheiði í formann Listó. Ok, sko, ég held að það sé örugt að segja að Álfheiður sé einn skipulagðasta manneskja sem ég hef kynnst. Hún er ótrúlega skipulögð og ég held að það sé krúsal fyrir formann Listó og sérstaklega stjórnarmeðlim að vera skipulagður. Ég held að stjórninni veit ekkert af að hafa ógeðslega vel skipulagðan meðlim. Það er ár síðan ég frétti að ég er formaður Rjómans ásamt Kiljanni og í þeim töluðu orðum að ég frétti það var Álfheiður bara að undirbúa viðtalið sitt því hún kom ógeðslega vel undirbúin, var búin að plana viðtalið sitt lengi. Kom í viðtal, gekk ógeðslega vel, gekk það vel að hún fékk hlutverkið að vera fjármálastjóri, markaðsstjóri með Baldvini. Hún gerði það ógeðslega vel, var ógeðslega dugleg og það var bara sannur heiður að vinna með henni. Hún er ógeðslega næs, hún bara gets things done. Það streymir bara ógeðslega góð orka frá henni og ég held að það sé ógeðslega mikilvægt og ég væri ekkert á móti því að vera nefndarmeðlimur þar sem hún er formaður og ég held það bara, eða ég veit að Álfheiður hefur það til þess að taka Listó bara á næsta level sem er bara geggjað og allt sem hún er búin að lofa bara hljómar ótrúlega vel og ég efast ekki það að hún muni standa við lofurinn sinn, hún bara gæti ekki annað. Þannig ég segi bara eins og vinur minn, hann Mattías úr Hatara við Álfheiði í formann Listó. Þetta er glæðið. Jú. Já, mér skilst að þessi komin í loftið aftur. Já, næst er bara stuðningsræðan hennar Iðunnar. Hér, takk. Ég er að bjóða mig fram í Listóformann. Iðunn, þú ert metnaðarfyllsta manneskja sem ég þekki, þú getur þetta. Hefur einhvern tímann séð eftir því að kjósa Iðunni í formann? Nei. Já, Iðunn hefur verið tvisvar í Listó. Ertu búin að skoða stefnumálin hennar? Já. Dansa. Það er lykilatriði að vera listræn. Já, hún er náttúrulega búin að vera í Borgarleikhúsinu, Þjóðleikhúsinu, Bláasal og svo Háskólabíó. Já, X við Iðunni. Siggi, sástu að Iðunn ætlar að taka á alls kyns svona tabúmálum sem enginn hefur þorað að tala Þetta er alveg ótrúlegt. Þegiðu, Guðmundur, þegiðu. Já, einmitt. Til þess að vera Listó, þá þarf að vera listræn þar í orðinu. Tilfinningar! Þegar ég kaus Iðunn ekki, þá fór líf mitt bara niður. Ég grét uppi hurðir og ég braut garðhúsgögnin mín. Og ég gerðist stripari. Ég hætti í skóla. Ég skildi við manninn minn og ég grét. En þegar ég kaus Iðunni, þá fór allt að líta vel út. Kjósið Iðunni Listó að ljósið mun blasa við ykkur. Jæja, það var það bara
stuðningsræðan hennar Köru. Halló! Formaður Nemo þarf að hafa ýmsa eiginleika til þess að sinna starfinu vel. Til að mynda þarf aðilinn að vera skipulagður með góða samskiptahæfileika, ástríðufullur, reynslumikið lamb, ljóshærður, sætur, skilningsfullur, góða vírubur, lamb og metnaðarfullur. Dömur mínir og herrar, ég var að lýsa Köru Kristín. Kara er stútfull af frábærum eiginleikum og hún myndi vera svo góður formaður Nemo. Ég tíni öllu því sem ég á ekki að tína. Til dæmis propsi og búningum í leikritum. Ég er bara svona gæi og þið skiljið ekki ángríns hvað ég var ógeðslega þakklátt fyrir Köru í síðastliðnu Nemo-ferli að ég kom svo oft til hennar með kvíðahnút í maganum bara Kara hæ, hjálp, ég veit ekki hvað ég gerði við búningi minn og það var alltaf ógeðslega næs og bara ekkert mál, ég reddaði, svo bara reddaði hún því hvert einasta skipti. Ég vildi að Kara væri mamma mín. Mikilvægur og góður kostur í fari Köru er hvað hún er yfirveguð en samt svo spot on. Og það er svo mikilvægt að hún getur unnið vel undir álagi af því að ef formaður er að vinna vel á álagstímum þá fer nefndin ekki í uppnám og uppnám er mjög slæmt. Og til þess að vinnan skili sér sem allra best frá nefndinni þá er mjög mikilvægt að hafa góða stemningu innan nefndarinnar. Basically, hún veit á milli það, hún mun leggja allt sem hún á í verkefnið, leggja allt sem hún á í Nemo og ég treysti henni 100% fyrir formannskefli nefndamótsnefndar árið 2020 til 2021. Þín Karitas. Það er bara að njóta hérna. Næstu stuðningsræðan hennar Lovísa. Komið sæl, kæru verslingar. Bjarni heiti ég og ég fekk þann heiður að fá að segja nokkur orðum hennar Lollu eða Lollu Excel, líkt og ég kýsa kalla hún. Ég kynntist Lollu ekki fyrir í haust, þáttur ég kannast við hann aðeins fyrir nánar það eftir. Það var sem sagt í vaffi í Emurvikunni þegar ég mjög randomli lappaði inn á eitthvað morgunsess og hún horfir á mig og segir bara upp á þurru, viltu steppa? Ég náttúrulega skildi ekkert beint af hverju hún vissi að ég kynni það en auðvitað hlytti businn og síðan þegar ég við það myndir að yfirgefa þessa áhugaverðu en jafnframt frekar vandarlega stefningu þá skýtur hún inn. Ég fór á Billy Elliot 15 sinnum. Já og þá kviknaði sko peran. Hún var gælla sem var alltaf bara eitthvað að chilla upp í Borgarleikhúsi. Fyrir ykkur sem vissu ekki fyrir, þá vitið þið allavega núna að Lolla er mesta söngleikja frík sem fyrirfinnst á plánetu New York. Ég segi það með miklu öryggi að Lolla elskar meiri söngleiki heldur en enski boltinn elskar Liverpool. Kúdurama! Auðvitað er það ekkert nóg að formaður Nemo og hafi einungis ástríð á söngleikin. Þetta þarf svo aðeins einnig að vera skipulaður og hafa kunnáttu á skipulagsdóti. Hafið þið séð Excel-skjöluna Lovísu? Þau líta frekar út fyrir að vera plan til þess að hakka rússnesku ríkisstjórnina frekar en að vera fjárhagsáætlun menntaskólans. Lolla er stútfull á eldmóði og drifkrafti. Hún myndi gera náttúrulega hvað sem er til þess að skila verkefninu sem hún tekur að sér eins flottum og þeim mögulega gáði. Hún langar að enda þetta á starffræðijöfnu. Lolla, sama sem, vera ekki Nemo. Jafnan gengur ekki upp. Ok. Yeah. Þetta fyrsta spurning er til Lovísu og Köru og er eftirfarandi. Hver voru hlutverk ykkar í nefndinni í ár? Og Kara, þú byrjar. Já, sko, mér fannst einmitt núna í ár einkenna nefndina svolítið mikið bara hvað vorum öll dugleg að hjálpast að í öllum á busárunum mínu Nemo og þá var svona verkaskipt, bara einn sáum eitthvað eitt. En núna fannst mér við öll einhvern veginn vera í öllu og hjálpast að með allt. En allir voru með sínar undirnefndir og voru meðal annars ég og Telma búninganefnd og leikgervi. Og ég og Telma sáum það aðalega að ræða ásamt búninganefndinni og svo náttúrulega líka með leikgervinefnd.
En til dæmis bara gott dæmi hvað nefndin vann vel saman var til dæmis þegar Maggi sendi póst á HR og ég á markaðsstjórann þar og ég og Eika fórum svo og funduðum með honum og við fengum einmitt stærsta styrkjun okkar frá og mér finnst þetta bara sýna hvað í rauninni nefndin að hjálpast á við bara öll verkefnin og það var aldrei neitt sem var í rauninni verkefnalaus og allir voru alltaf tilbúnir í að hjálpa. Þess vegna held ég okkur að það gengi svona vel, já. Já. Já, Lovísa? Já, ég var semst markaðsstjóri nefndarinnar í ár, þannig að ég sá og hélt utan allar markaðssetningu og markaðstekjurnar hjá okkur. Þannig ég skrifaði staðlaða póstinn sem við notum til þess að safna öllum auglýsingatekjunum okkar og setti upp verðskrána. Og síðan var ég einnig í ótrúlega mikið af litlum verkefnum og ég ekki alveg sammála því að við vorum alltaf í öllum verkefnum og hjálpast að þótt að auðvitað einkenndist ferlið rosalega mikið af samvinnu og Nemo bara keðja sem krefst rosalega mikið af samvinnu. En við vorum líka rosalega dugleg með okkar eigin verkefni og mér fannst það líka stundum vanta að við þurftum að skipta verkefnunum betur niður af því stundum þá vorum við bara þvers og kurs og þá lenda verkefni á því að þau ekki kláruð og ég get allan með sannig sagt að þau verkefni sem ég tók mig fyrir hendur sem voru meðal annars markaðsmálin, leikskráin, redda fimleikaæfingum, mat og bara margt fleira, þá gerði ég það allt eins vel og ég gat og ég var alltaf tilbúin að fá hjálp frá öðrum í nefndinni með allt sem ég var að gera og var alltaf mjög dugleg að setja mig vel inn í öll mál. Meðal annars þegar ég fór og var að skipta mér að leikmyndinu og fékk gat á hausinn, sem var kannski ekkert gáfulegast í heimi. En ég alveg sammála því að við vorum dugleg að gera verkefni saman en stundum hefðum mátt skipta þeim betur upp af því þá hefðu þau verið mun hagkvæmari. Ok, þetta er spurning til allra. Hvað teljið þið ykkur hafa fram yfir mótframbjóðanda? Við skulum bara gera þetta eitthvað skemmtilega. Byrjum bara á Iðunni. Nú heyrist ekki. Heyrist ekki í þér. Já, prófa að segja eitthvað. Ok, við byrjum á Álfheiði. Á ég að byrja? Já, ég held að það sé best. Ok, það sem ég tel mig hafa umfram Iðunni er það að ég er með miklu meiri reynslu innan nemendafélagsins en allt í allt búin að sitja í 5 nefndum og 2 undirnefndum en það voru báðar undirnefndir Listó og hef ég verið tvisvar í sviðsmönnum og á seinustu árum mínu var ég formaður sviðsmanna með Iðunni. En ég hef líka gegnt ábyrgðarstöðum innan NFFÍ en ég var markaðsstjóri og fjármálastjóri innan Rjómans þessa skólaárs og var ég líka markaðsstjóri Anna Bekkjarás. Ok, virkar hljóðið ekki á þér Iðunn? Nei, ok, við skulum bara fara þá í, bara Lovísu næst. Mér bara persónulega finnst ég ekki geta dæmt Köru og sagt hvað ég hef nákvæmlega fram yfir hana en ég get sagt ykkur það sem ég hef fram á að færa og hvað ég get lagt á borðið og hvernig það myndi nýtast sem formaður Nemo og ég er rosalega dugleg og mjög metnaður fyrir hef mjög mikið metnað fyrir öllu því sem ég geri. Í fyrra þá var ég í nefndinni tilbúin að gera allt og öll verkefni sem ég tók mig fyrir hendur þá gerði ég þau af vandaði mig eins mikið og ég gat og passaði upp á það að allt sem ég gerði væri skilað eins vel og hægt er. Og ég veit bara ef ég myndi fá að gegna starfinu sem að formaður Nemo þá myndi ég alltaf gera það eins vel og ég mögulega gæti. Ég brenn fyrir þessu og er tilbúin að gera hvað sem er til þess að gera skólaárið 2020 til 2021 að bara besta skólaári NFFÍ hingað til. Ok, já.
Kara? Já, eins og Lúísa sagði, þá er ekki beint hægt að segja umfram Lúísu. Við erum ólíkar og erum kannski með ólíka kosti. En ég er allavega búin að vera í 2 ár í Nemo og á fyrra árinu mínu þá einhvern veginn sá ég mjög mikið hvernig allar undirnefndir virka og fékk mikla innsýn inn í þær. En á seinna árinu mínu þá fannst mér einhvern veginn eins og ég myndi sjá meira inn í markmið og svona stærri hluti, þannig að yfir heildina þá er ég með svo góða yfirsýn yfir allt ferli í heild. Og ég tel mig líka að vera mjög góða í að sjá hvaða hæfileika fólk býr yfir og ég veit að það er ótrúlega mikilvægt sem formaður að dregja fram hæfileika í hvern einstakling fyrir sig. Af því þá vinnur nefndin svo vel saman ef allir geta látið ljós sitt skína. Bara eins og leikhópurinn, þá er alltaf svo hæfileikaríkir þar og geta látið ljós sitt skína þar, alveg svo í nefndin. Þá hafa allir hæfileika á mismunandi sviðum og geta þá sýnt fram á það og notið sér. Já, það er svarið mitt. Nei, Það heyrist ekki ennþá í Iðunni. Ertu nokkuð með slökkt á mæknum eða eitthvað þannig? Hún er ekki með mjúta, sko. Nei. Þú getur prófað að fara inn í System Preferences og hækkað í mæknum eða það er eitthvað. Heyrist þetta núna? Já, það heyrist. Ok, geggja. Svara bara spurningunni. Mér finnst ég ekki geta sagt að ég hafi eitthvað fram yfir aðra manneskju, hvað manneskju sem er og hvort sem var í Álfheiður. En ég veit bara fyrir víst að ég hef svo ótrúlega brennandi mikinn áhuga og mikla ástríðu á Listó. Og ég var í leikhópnum og ég var formaður sviðsmanna og ég hef séð Listó verða að veruleika frá 2 mjög mismunandi en mjög mikilvægum sjónarhornum og því tel ég að ég hef allt sem þarf til að vera fullkominn formaður. Já. Maður sjá. Þetta er líka til ykkar allra og er eftirfarandi. Finnst ykkur söngleikurinn eða leikritið var sett upp í ár hafa komið vel út? Byrjum núna á Lovísu. Já, ég á ekkert að tala um Listó, er það nokkuð? Nei, bara ykkar þá. Svona, já, bara svona vera viss, já. En nei, ég er mjög ánægð með Aladdin og mjög ánægð með það sem við í nefndinni gerðum, en auðvitað er alltaf eitthvað sem hægt er að bæta. Og bara til dæmis vorum við rosalega sein að mörgu og það meðal annars búningar og leikkerfi og leikmynd var komið allt og seint upp, tæknin var eftir áætlun og þessi hlutir eru hluti sem er svo létt að sporna gegn og þess vegna langar mig að einblína rosalega mikið á það á næsta ári að við förum ótrúlega bara skipulagt inn í ferlið og við setjum okkur tímasett markmið og við pössum upp á það að einhverju svona hlutir eins og búningar og leikkerfi sé ekki að koma daginn fyrir frumsýningu eða jafnvel eftir frumsýningu af því eins og núna þá fengum við make-upið okkar eftir að við vorum búin að frumsýna. Við áttum make-up en okkur vantaði þetta og það er skipulagið sem að svolítið svona datt niður hjá okkur inn á milli var að við vorum ekki með tímasett markmið og það er svona skiluðu við stundum ekki öllum verkefnunum á réttum tíma og þetta var bara svona óþarfa stress sem er svo létt að læra af og taka betur inn í næsta ferli. Og ég held að ef við hefum verið skipulagðari og verið með betri búninga, verið komið fyrr með tæknina og verið búin að æfa í raun og veru lengur. Af því við fórum inn í Austurbæ og vorum bara á gólfinu en ekki sviðinu af því okkur vantaði tæknina. Þannig að þá held ég að sýningin hefði frekar fengið að blómstra meira og við hefðum getað fengið meira út úr sýningunni en við fengum. En allt í allt þá er ég stolt af því sem við gerðum. Mér þykir mjög leiðilegt að við náðum ekki skila nefndinu út í hagnaði en það var einfaldlega bara því við pældum ekki nógu mikið í því og þess vegna er ég búin að fara rosalega djúpt í það hvernig við getum gert það. En ég held bara algjörlega að þetta eru bara mistök sem er rosalega létt að læra af og ég er ótrúlega stolt af mér og nefndinni og leikhópnum og bara öllum sem voru partur af ferlinu. Já. Iðunn? Ég persónulega dýrkaði leikrit í ár en það eina sem mér fannst vanta var að mér fannst ekki nóg hjarta
í sýningunni. Mér fannst vanta meira hjarta og meiri ástríðu frá sýningunni til áhorfenda og það er það sem ég vil helst gera í dag. Ég var mjög ánægð með miðasöluna og allt svoleiðis en það er náttúrulega alltaf hægt að auka það. Já, bara Kara. Já, mér fannst sýningin í ár bara varla geta komið betur út. Hún var svo ótrúlega, bara allir voru svo hæfileikaríkir og vel út. En ég er alveg sammála Lovísu að mörgu leyti og mér fannst við geta byrjað mun fyrr líka að hafa æfingar og jafnvel bara kynna söngleikinn fyrr út af því að við skipta svo miklu máli að byrja sem fyrst til þess að sé betra flæði bara yfir það. Og svo einmitt þessi litlu hluti sem þarf bara að skipuleggja betur til þess að myndi koma í veg fyrir að eitthvað séu hluti og hafa bara fleiri deadlines og hafa þau bara fyrr en maður myndi kannski til þess að hlutinni séu bara kláraðir á þeim tíma sem eru eiga að vera búnir á. En það er náttúrulega alltaf hægt að læra af mistökunum og bara inn í næsta ferli þá veit ég að ég myndi hafa í hug sem að fór úrskeiðis núna. Ég er ekki að segja að fór mikið úrskeiðis en þessi litlu hluti sem kannski mátti laga það mun ég 100% hafa í huga fyrir næsta ferli og passa að gerist ekki aftur. Já, Álfheiður. Já, ég var bara mjög ánægð með sýninguna í ár þó að mér hafi fundist miðasalan ömurleg út af því að það þurfti að fresta nokkru sýningum vegna þess að það var bara ekki nógu mikil aðsókn að sýningunni og mér finnst það ótrúlega leiðilegt og þess vegna vill ég setja áherslu á markaðsmál að dreifa sýningunni frekar en annars var ég bara mjög ánægð með sýningunni í heild sinni og mér fannst allir standa sig ótrúlega vel sem komu að henni. Já. Sjá. Næsta spurning er til Álfheiðar og Iðunnar og er Iðun ekki inni? Það er spurning. Það er sér bara með slökkt á mynda. Þetta hérna. Ok, hún er komin. Nei, það heyrist ekki í þér. Æ. Sjá. Nú ertu mjútu, sko. Ok. Gulli Ágúst, Gulli eitthvað að vinna í þessu? Já, Lovísa. Mér langar bara að fá að bæta inn við á það sem Kara var að segja, er að hún var að segja að hún myndi vilja byrja ferli fyrr. En náttúrulega í ár, þá má ekki gleyma því að við höfðum ekki sjans á því að byrja æfingar fyrr. Við vorum með möffluvikuna á þeim tíma sem hún á að vera, sem er 3. vikan í september og hefur alltaf verið, en við lentum bara í óviðráðanlegum aðstæðum, þannig að mér finnst ekki alveg vera hægt að, það auðvitað fór úrskeiðis hjá okkur, en bara gott að nefna það að ástæðan fyrir að það byrjaði ekki fyrr var ekki sögum skipulags heldur út af óviðráðanlegum aðstæðum sem að við bara gátum ekki séð fyrir. Bara þegar við ákveðum að setja auglýsa hvenær að söngleikurinn byrjaði sem er alltaf gert í 3. vikunni í september. Og ég svara þessu eitthvað þannig. Ég er bara bætinn, þú getur svarað ef þú hefur eitthvað að segja. Já, þú veist, ég get bara sagt já, þú veist, ég fatt ekki hvað þú ert að tala ég á næsta ári að einhvern veginn að því mér fannst við náttúrulega, þú veist, auðvitað var ekki hægt að byrja fyrr þó við hefum viljað það, en ég var sem til í næsta ári að, þú veist, að það kæmi ekki upp þessar óviðráðanlegu aðstæður, skilurðu mig. Að geta svo byrjað fyrr í Austurbæ út af tækni náttúrulega ekki komin upp og það er miklu, maður fær eiginlega bara ekki jafn svona gott flæði út af því að vera alltaf á gólfinu og ekki upp á svið eins og þú varst að tala skilurðu mig. Það hefði einhvern veginn komið að krakkarnir hefðu fengið meiri æfingu og meiri reynslu upp á sviðinu því það er bara svo allt annað heldur en að vera bara á gólfinu. Já, þannig að þú varst í rauninu að tala tæknina en ekki að byrja ferli fyrr. Já, í rauninu, já. Iðun, heyrist þið núna? Nei. Hvað er AirPods? Prófað, já.
Þetta er skemmtilegt. Heyrist eitthvað núna? Já, það heyrist. Já. Ok, geggja. Hver er spurningin? Já, þá ætla ég bara að spyrja ykkur núna. Nú hafið þið hvorugar setið í nefndinni. Hvaða reynslu hafið þið? Hvor á að byrja? Álfheiður, byrjað þú. Já, eins og ég sagði áðan, þá hef ég setið í 5 nefndum og 2 undirnefndum og núna á þessu ári þá var ég í Rjómanum og var þar markaðs- og fjármálastjóri og sá þar allt sem gerist það með honum Baldvini. En við söfnum saman 400.000 krónum en áður en COVID skall á og þá vorum við á fullu byrjuð að safna fyrir 3. þátt. En ef við hefðum fengið alla styrkin okkar þaðan þá hefðum við komið með 300.000 kall meira. Þannig að okkur gekk mjög vel þar, þannig að ég hef reynslu þar á markaðsmálum og líka í annað bekkjaráði, en þar hef ég líka reynslu á markaðsmálum þar sem ég var markaðsstjóri þar. Nú heyrist ekki til degi. Það heyrist ekki, aðeins að stökka frá. Er hljóðið aftur? Nei, virkar það ekki alveg? Jú. Nei, ok. Jú. Ég persónulega hef meiri reynslu upp á sviðinu heldur en í nefndum hér í skólanum og ég var í sviðsliðahóp Nemo þegar við settum upp Xanadu, ég var í leikhópnum í Shawshank Redemption og ég hef því mikinn skilning á hvernig ég á að setja upp sýninguna út frá leikarasjónarhorni. Síðan fékk ég að vera formaður sviðsmanna núna í fyrra og þar fékk ég líka að vera í miklu meðsamstarfi með þeim í nefndinni og fékk að sjá það sem þau voru að gera, meira að segja hjálpa til við öll þau nefndarstörf. Og þá reynslu sem að mig vantar myndi ég alltaf bæta upp með markaðsstjóranum í nefndinni og með því að hafa hæfasta fólk sem hægt er að hafa í nefndinni. Já. Nemo. Nú komu margar spurningar, við fengum margar spurningar sendar inn varðandi fjárhag, ekkert nýtt þar eins og þið veitir báðar, en svona í svona fáum orðum, hver eru ykkar svona plön þegar kemur að fjármálum? Bara Lovísa. Já, ok, núna ætlum ég í alvörunni að reyna að vera hnitmiðuð því að ég gæti talað þetta ándjóks í svona heilt ár. Þannig að ég skrifaði inn á síðuna mína, þar sem er líka gott að lesa, grein sem heitir í mínus á leiðinni í plús. Og þannig er bara málið við vexti að Nemo er búið að lenda í mínus núna 3 ár í röð. Og ég veit ekki með ykkur, en þetta er ömurlegt. Og hvað þá fyrir mannesku sem hefur setið í nefnd sem að lendi í mínus, að því að þú vilt ekki að fjárhagur nefndarinnar þinnar bitni á restina af nefndafélaginu. Og þess vegna væri það mikilvægasta fyrir Nemo að reyna að ná að skila sér í hagnaði. Og þetta er ekki hægt að gera bara með því að skera niður öll gjöld. Setja bara upp geggjaðan frægan söngleik af því að við þurfum að fara svo miklu dýpra ofan í málið. Og þá sérstaklega þurfum við að auka tekjurnar. Af því að ég hef búin að skoða fjárhagsáætlanir langt aftur í tímann og það sem einkenni tapið hjá okkur og síðan plúsin hjá bara til dæmis Footloose, þá voru þau bara einfaldlega með miklu hærri tekjur. Og þess vegna verðum við að auka tekjurnar. Og til þess að auka tekjurnar, þá myndi ég vilja leggja ennþá meiri áherslu á markaðsmál. Í ár eyddu við 30.000 auglýsingar, af því að einfaldlega ég var bara sem dæmi markaðsstjóri og maður sér sín eigin mistök stundum betur en annarra. Og ef ég gæti gert allt upp á nýtt, þá myndi ég eyða 300.000 eða miklu meira. Af því að við þurfum að fara á strætóskýli. Við þurfum að fara inn í alla grunnskóla og við þurfum að ná til almennings borgara. Af því Nemo er svo nefnd sem getur farið sem mest út fyrir skólann. Við þurfum ekki bara að reiða það að verslingar mæti á sýninguna. Heldur allt utan skóla hjá okkur svo sjúklega mikilvægt. Og þess vegna myndum aukin markaðssetning bara skila inn miklu meiri sölu á sýninguna. Og við getum náttúrulega ekki gert ráð fyrir bara sjúklega hárri sölu þegar við setjum upp markaðsáætlun næsta árs.
þannig að fjárhagsáætlun næsta árs, afsakið þetta. Og þá þyrftum við líka að lækka gjöldin. Við þurfum að semja við tæknifyrirtæki snemma, því eins og í ár þá lentum við því að NFFI var með samning og Austurbær var með samning og þeir virkuðu ekki saman. Þannig við vorum samningslaus. Síðan vil ég lækka gjöldin sem að fara í laun og fá þá frekar ungt og efnilegt fólk sem er tilbúið að eyða öllum sínum tíma í þetta og hefur gríðarlega mikið metnað fyrir starfinu. Og ég til dæmis veit fullt af fólki sem væri tilbúið að gera þetta. Og síðan það að semja nýjar leiðir í húsnæðisleigu. Og ég til dæmis fann nýja leið núna með Austurbæ. Til að byrja með þá vorum við með samning við þau sem var bara bein húsaleiga. En núna þegar COVID skall á þá ákvað ég að gá hvort við gætum ekki eitthvað aðeins lækka húsaleiguna bara til þess að minnka tapið okkar. Og ég minnkaði tapið okkar 800.000 með því að hringja í Austurbæ og tala við hann hvort við getum sett upp nýjan samning. Og sá samningur var freka prósenta af miðasölu í staðinn fyrir að vera beinn húsaleigusamningur eins og oftast. Og þetta svona í stuttu máli það sem ég vil gera. Og ég tilbúin að gera hvað sem til þess að skila þessari nefnd í hagnaði, að ég veit að það það mikilvægasta. Og auðvitað spilar val á verki inn í, val á listrænum stjórnendum. En ég held að það sem mikilvægast fyrir okkur að passa upp á fjármálin og passa að við förum ekki í eitthvað rugl. Af því að eins og staðan núna þarf Nemo að koma út í plús bara til þess að þetta sé ekki bara tilgangslaust fyrir verslinga að vera að setja upp þennan stóru söngleik. Þannig að þetta mitt bara helsta markmið sem formaður Nemo væri að skila nefndinni loksins aftur út í plús. Og ég bara ætla að gera hvað sem að þið gefið mér tækifæri til. Já, Kara? Já, ég mjög sammála sem leið. Mér finnst líka litli hlutinir alveg skipta máli. Það mjög vel áætlanir og skoða hvar væri mögulega hægt að sleppa að eyða pening til þess að koma í veg fyrir einhverja óþarfa eyðslu sem við þurfum ekki í rauninni að eyða pening. Og einnig ég mjög opin fyrir því einmitt að skoða unga og efnilega aðila sem væri mögulega til í því að það bæði þá græði við alveg mikið á því að þurfa að borga þeim minna í laun af því að þau hafi það mikla reynslu til þess að geta í rauninni verið að láta ykkur borga þeim svona mikið. En það líka ótrúlega mikilvægt að markaðssetja söngleikinn út af því að við fáum langhæstu tekjurnar út frá miðasölum og að hafa bara margar sýningar eins og við reyndum að gera í ár en því miður kom COVID og við gátum margar sýningar og við vildum, en með því að hafa fleiri sýningar þá í rauninni fáum við meiri pening út frá því. Og bara eins og lítið dæmi að hafa, ég var mjög opin fyrir því að hafa mjög stóran gjafaleik með stórum vinning og fólk þyrfti til dæmis að læka trailerinn fyrir söngleikinn og Facebook-síðuna fyrir söngleikinn og þannig myndi trailerinn og Facebook-síðan dreifast út allt internetið þar sem að markhópurinn aðal markhópurinn okkar inn á internetið. Svona grunnskólakrakkar. Og ég mjög sammála Lovísu á því að nefnd sé að bitna á öllu nemendafélaginu. Og ég held bara að við þurfum að nota sumarið í að ákveða mjög vel fyrir hvað við viljum eyða pening í. Og eins og með samningana, teknisamningana, vera í bara góðum samskiptum við stjórnina að Nemo og stjórnin fái kannski að í rauninni vera svolítið mikið að tala hvaða tæknifyrirtæki á að semja við og Nemo lendi í einhverju klandri eins og gerist nú. Að það hefur alveg áhrif á okkur peningalega. Já. Já. Það ætla ég nú bara næst að spurja út í stefnum. Ég ætla ég taki það ekki bara næst. Og byrjum á þér Iðunn. Heyr, þú ert mjútuð núna. Nei, ok. Það virkar núna? Nei. Ekki? Já, virkar það? Jú. Ok. Já. Ok. Þú segist
þú segir þú segist alltaf sameina fjölmenningu og frumsýningu því Já. það er erfitt að selja fjölmiðlasýninguna. Er Mhm. selt á fjölmiðlasýninguna og er hún ekki frekar notuð sem PR til að selja frumsýningu? Sko, málið með fjölmiðlasýningu er að það er rosalega erfitt að fylla salinn í henni. Þannig að það leiðir til þess að það er minni stemming út í sal sem leiðir til þess að það er minni stemming á sviðinu. Ef við myndum sameina fjölmiðla og frumsýningu, þá fengu þeir sem koma venjulega bara á fjölmiðlasýningu þessa frumsýningarstemmingu sem að gefur þeim jákvæðara attitude, sýningin sjálf er skemmtilegri og þeir koma út úr sýningunni með jákvæðara attitude gegn sýningunni. Og þeir sem koma venjulega bara á frumsýninguna fá þetta fjölmiðlasýningar esteem. Það verður allt miklu meira fancy, allt miklu meiri stemming og miklu meiri svona viðburður. Og ef við myndum selja á þessar sýningar sameinað, þá myndu næstu sýningar líka seljast miklu betur. Já. Kara? Má ég bæta við? Já, bara örstutt, síðan þurfum við að fara í næsta. Já, það sem ég las náttúrulega stefnumálina og ég sá þetta, en þetta hvarflaði aldrei að mér því að mér finnst fjölmiðlasýningin svo góð markaðssetning fyrir frumsýninguna og aðrar sýningar, en ef það er vandamál með það að fylla fjölmiðlasýninguna er það bara eina í stöðuna að bjóða fleira fólki og ekki þegar það er bara vika í fjölmiðlasýninguna sjálfa. Að vera búin að bjóða fólki með góðum fyrirvara og ef eitthvað er vandamál með að fylla salinn að þá bjóða bara fjölskyldum leikhóps eða eitthvað til þess að fylla salinn og fá þessa stemmingu. Við þurfum síðan að fara... Já, sko málið með, ef þú ætlar síðan að fylla salinn aukalega með fjölskyldumeðlimum sem koma hvort alltaf á frumsýninguna, þá ertu basically búin að sameina frumsýningu og fjölmiðlasýningu hvort er. Það er bara svona hvað að segja. Ok, þetta er seinasta svarið. En þú veist náttúrulega ef að fjölmiðlasýningin fyllist þá fer sýningin mun meira út á við og það er mun betri markaðssetning fyrir komandi sýningar og þá verður aðsóknin meiri á aðrar sýningar ef að fjölmiðlasýningin fyllast og það er bara eina vandamálið þar er að bjóða fleira fólki. Ok, nú ætlum ég að færa mig yfir í Köru. Sagðir í myndbandinu þínu að þekktur söngleikur myndi koma nefndinni á 0. Var það ekki reynt núna í ár og heppnaðist ekki? Jú, sko í rauninni var það sem ég sagði með að koma nefndin á 0 og til þess vil ég velja þekktan söngleik. Ég hafði í rauninni hlutina sem ég með því hvernig ég myndi vilja skila nefndin 0 en það var í rauninni bara eitt atriði af þeim atriðum sem ég myndi vilja stefna á. En í rauninni þá væri líka hægt að það náttúrulega munur á því að velja þekktan söngleik og síðan að velja þekktan söngleik og nútímavæðan. Í rauninni að koma fleiri frösum inn sem að fólk á okkar aldri og bara fólk í nútímanum skilur og þegar maður þarf ekki handritur og maður getur leikið svo mikið með nýjar hugmyndir sem maður myndi kannski höfða meira til markhóps og það myndi seljast kannski meira á sýninguna ef að fólk í rauninni tengir meira við hann. Já. Lovísa, nú er oft mikið álag á svipuðum tíma hjá Nemo og Morfís. Telur þú þig vera tilbúin að gegna tveimur stórum hlutverkum? Það er að vera liðsmaður Morfís og formaður Nemo á saman tíma. Ef svo er, hvernig hefur þú hugsað þér að gera það? Í ár þá var ég náttúrulega bæði í Morfís og Nemo á sama tíma og ég keppti í Morfísviku þegar það meira sér 2 Morfísvikum í janúar, ein var bara æfingakeppni og fyrir þá sem vita ekki þá náttúrulega er Morfískeppni þannig að við erum alla vikuna bara upp í skóla bara fram á rauða nótt og erum bara sjúklega dugleg þar. En ég get sagt bara án alls vafa að ég var í Morfís í ár og Nemo á sama tíma og ég gegndi báðum hlutverkum eins vel og ég gat. Auðvitað var ég ekki á staðnum þegar ég var í Morfísviku en ég var alltaf til við hægri höndina á öllum þeim sem voru með mér í nefnd og var alltaf tilbúin að hjálpa og ég var alltaf að nýta tímann þegar ég var í Morfísvikum og það var dauðatími og senda tölvupósta og ég var alltaf tilbúin að hjálpa og ég veit að ef ég væri formaður Nemo óháð því hvort ég verð aftur í Morfís á næsta ári eða ekki að ég á einfaldlega eftir að sjá bara hvað ég ætla að gera og hvernig ég er búin að ákveða því
eins og staðan núna þá veit ég ekkert og ég ætla ekki að ákveða neitt, en ég veit bara að ef ég formaði Nemo, þá myndi ég gefa allt í það að Nemo yrði fullkomið, að Nemo myndi enda í hagnaði og ég myndi aldrei láta neitt stöðva mig þegar kemur að því. Ekki einu sinni Morfís, ekki neitt. Já. Ég ætla að sjá hérna hvað höfum mikinn tíma eftir. Hvenær byrjuðum við? 20 mínútur í, eitthvað svoleiðis. 10 mínútur í. 10 mínútur í. Já, það var smá vesen á hérna á Iðunni. Hérna, nei. En ég er með hérna spurningu. Ég ætla að spyrja báða nefndir að hérna einni spurningu og síðan ætla ég að fá spurningar úr sal. Þannig ef þið hafið einhverjar spurningar sem eru að horfa á okkur, senda þær inn núna og þegar þær eru búin að svara þá förum við í þær og síðan í lokaorð og þá já, en ég ætla bara að byrja hérna á að heyri Iðunn og Álfheiði. Nú voruð þið báðar formenn sviðsmanna í seinasta listaferli. Hvernig fannst ykkur það ganga og hvort teljið þið hafa staðið sig betur? Álfheiður, má byrja. Já, mér samstarfið bara ganga freka vel og þú veist, þetta var bara ótrúlega skemmtilegt ferli, mjög öðruvísi frá því á fyrsta ári, en bara ótrúlega skemmtilegt. Við gerðum marga mismunandi hluti en við vorum alltaf með mjög góð samskipti okkar á milli. Já, ég til okkur hafa staðið okkur bara mjög vel báðar. Já, var það ekki bara spurningin? Jú. Já, Iðunn. Ég bara hjartanlega sammála Álfheiði meðan samstarfið okkar alveg einstaklega gott. Ég gat einhvern veginn alltaf reitt mig á hana, hún gat alltaf reitt sig á mig og við gerðum svo mismunandi hluti sem komplementuðu hvor öðrum bara fullkomlega og ég held að ef við ættum eitthvað að vera að segja hvor stóð sig betur þá var það bara alls ekki okkar að segja, heldur kannski bara frekar fólkinu sem vann í kringum okkur, en ég held að það væri eitthvað erfitt að figura út hver okkar stóð sig betur eða gerði meira. Já, algjörlega. Kara. Já. Og Lovísa síðan eftir það. Teljið þið ykkur vinna vel með öðrum? Kara. Já, ég meina nú hef ég verið í 2 ár í Nemo og ég meina þú ert ekki beint að vinna bara með Nemo þú ert líka náttúrulega að vinna með leikhópnum, tæknimönnum, þú ert að vinna með svo mikið af fólki að þú einhvern veginn bara svona, þú fær mikla reynslu á því, þú verður betri í samskiptum og svo hef ég náttúrulega líka verið í 2 miðstjórnarnefndum, þannig ég er alveg með einhverja svona samskiptareynslu innan miðstjórnarnefnda, en svona yfir höfuð þá myndi ég alveg segja að ég væri í samskiptum. Já. Já, Lovísa? Já, ég elska bara yfir höfuð að vinna með fólki. Ég held að maður væri ekki að bjóða sig fram í svona embætti og maður væri ekki svona stór partur af félagslífinu. Nei, maður væri ekki svona mikið í félagslífinu ef að maður elskaði ekki að vinna með fólki. Ég elska alltaf að vera frekar umkringd góðu fólki og vinna stór verkefni saman en að vera eitthvað ein út í horni að gera mitt. Og þess vegna myndi ég vilja leggja svo mikla áherslu á það að það yrði unnið virkilega vel saman. Af því að það er bara það sem skiptir máli. Af því ef við erum ekki eitt stórt nemendafélag og ef við erum ekki bara ein stór heild, þá gengur ekki neitt. Af því að keðjan er aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn, bara það hafa allir heyrt þetta. Og þess vegna þurfum við bara að vera ótrúlega sterk saman. Af því ef við erum ekki sterk saman, þá erum við ekki neitt. Já. Það hafa komið hérna nokkrar spurningar úr sal og ég ætla að spyrja alla þessu. Ef þið komist ekki í formann, ætlið í nefndina?
Á ég að byrja? Já, Álfheiður, byrja þú bara, það er fínt. Ok, takk. Já, mjög líklega. Þar sem ég hef ótrúlega mikinn áhuga á þessu og finnst ótrúlega gaman að vera partur af ferlinu, þá ætla ég klárlega að fara í viðtal. Já, tökum bara röðina, Iðunn. Bara ekki smá spurning, bara algjörlega. Það er bara ekkert sem ég vil meira en að fá að vera í leikmyndinni og hvort sem ég var í formaður eða ekki, þá verða það alltaf draumur sem myndi rætast. Já, eins og staðan er núna, þá myndi ég klárlega fara í viðtal út af því að Nemo bara búið partur af mínum skólaárum alveg sinni byrjun. Þannig held ég myndi ekki verið að missa af því að vera í Nemo. Já, á ég. Já. Heyrist í mér, já. Já, ég myndi klárlega alltaf fara í Nemo. Ég bara elska Nemo og ég elska allt sem að Nemo snýst um. Og ég veit að það er bara engin staður þar sem mér líður betur en í Nemo. Frábært. Herðu, þetta er enda líka því að ég ætla nú ekki, mér langar nú að taka hérna bara mjög létta spurningu sem er svona dregin af, það er svona inspirational spurningu sem kom hérna, en hérna að ykkar mati, hver er besti söngleikur eða besta leikrit allra tíma? Og Lovísa? Þetta er ógeðslega erfið spurning og ég eiginlega var handviss um að hún myndi koma og ég ætla bara að segja ykkur uppáhalds 3 söngleiki mína og það er númer 1, 2, 3, 5, 6, 7 Legally Blonde, síðan er það Hairspray og í 3. er það Vesalingarnir. En þið getið nú öll gert ykkur grein fyrir því að þetta eru kannski ekkert endilega söngleikir sem verða settir upp hjá Nemo, en þetta eru uppáhaldssöngleikinni mínir og ég elska þá. Já, Kara? Sko, á ég að nefna topp 3 líka, eða hvað? Já, þú mátt nefna uppáhalds eða bara topp 3. Já, ég get alveg topp 3. Sko, ég held að ég myndi setja Footloose í 1, Hairspray í 2 og Grease í 3. Já. Iðunn? Ef ég á að tala bara leikrit, þá er bara ekki spurning. Það er leikrit sem heitir Betrayal með Tom Hiddleston í aðalhlutverki. Sett upp í fyrra á Broadway og West End. Og það, ég ætla ekki að tala mikið það, en það virkar þannig að það er ekkert sett þannig séð. Þetta eru bara kassar og það eru bara 3 leikarar og þetta er svo tilfinningaþrungið og ég er búin að horfa á bootlegin á netinu svona 400 sinnum. Og mér finnst þetta er mind-blowing leikrit. Please googla það. Ok. Já, þetta er ógeðslega erfið spurning, en það sem er svona efst í hugan mér núna einhvern veginn og því ég er ótrúlega nýbúin að sjá það líka er Kæra Jelena og mér finnst uppsendingin í Borgarleikhúsinu ótrúlega flott og bara ég er búin að fara tvisvar á það og það er bara svona situr efst í hausnum núna, en það er náttúrulega það breytist ógeðslega oft líka bara með við hvernig maður fer og sér sýningar og eitthvað svoleiðis. Já. Mínir 3 uppáhaldssöngleikir eru La La Land, Grease og Xanadu, ótrúlega satt. Ég líka ekki. En já, ég er ekkert svo viss að því það eru mjög margar spurningar að koma inn sem eru svipaðar og við erum eiginlega bara fallin tíma. Þá ætlum ég bara að bjóða ykkur að fá að segja einhver loka orð, svona ef þið viljið koma ykkur á framfæri sem þið náðu ekki að segja. Og bara, nú förum við með auðvitað á hann og bara Álfheiður. Ég? Já. Í rauninu bara, ef þið hafið einhverja fleiri spurningar fyrir mig, megið alltaf senda á mig út af því að það voru greinilega dálítið mikið af spurningum að rannast inn á YouTube. Þannig að ef þið bara hafið einhverja spurningar, endilega sendið á mig. En í rauninni ég þrái svo heitt að vera formaður listó og bara, ég mæla með því bara að allir noti kosningarétti sinn og bara gleðilega kosningaviku. Ég vil helst bara segja að það er ekkert sem ég elska meira í heiminum en leiklist og leikrit og það að fá að setja upp mína eigin sýningu er eitthvað sem brennur á hjartanu mínu og ég veit að ég myndi standa mig ótrúlega vel og bara
Já, eins og Alfreð sagði, bara nýta kosningaréttinn og gleðilega kosningaviku. Já, já, það er ekkert mikið annað held ég sem er fari en kannski bara það að ég mun leggja mig alla fram í þetta hlutverk og ég veit að þessu hlutverki fylgir ótrúlega mikil ábyrgð og ég veit að ég myndi aldrei vera að bjóða mig fram í eitthvað sem ég tel mig staðist undir en ég mun bara leggja mig alla fram því ég hef svo mikinn áhuga og ástríðu fyrir Nemo. Gleðilega kosningaviku. Já, mér langar aðalega aðeins að bæta samt við bara varðandi nemendafélagið í heild sinni af því að við töluðum bara Nemo hérna og þess vegna langar mér bara aðeins svona að bæta því inn að ég yrði ekki bara að einblína það að vera formaður Nemo og vera góður formaður Nemo heldur þá myndi ég alltaf taka því að sitja í stjórn sjúklega alvarlega. Ég myndi vilja gera skólaárið sem eftirminnilegast fyrir alla nemendur og ég er hérna með spólu með mér frá 2010 til 2011 sem að inniheldur Nemo-leikritið, Listó-leikritið, VAFF-IMR-myndina, Vælið, 12.0 og alls konar eitthvað auka efni og ég væri til dæmis til í að gefa út svona, ekki spólu, en þetta er geisladiskur, en við vitum náttúrulega geisladiskar eru útdauðir, en ég væri til dæmis sjúklega til í að gefa út allt efni ársins á einhverjum Google Drive link eða inn á einhverju unlistuðu YouTube playlista til þess að við getum horft tilbaka á þetta ár og séð, já, þetta er það sem við erum að gera og gefa allt út og ég vil fylla marmarann, ég vil skipuleggja vikur fyrirfram og ég vil sjá til þess að skólaárið hjá okkur öllum verði bara ógeðslega skemmtilegt og ég vil sjá til þess að Nemo kom út í hagnaði. Ég vil sjá til þess að Nemo-sýningin verði ótrúlega skemmtileg og ég get bara fullvissað ykkur það að ég mun standa við mín orð og ég mun gera mitt allra besta til þess að sýna fram á það að ef þið kjósið mig, þá voruð þið ekki að kjósa rangt. Af því ég veit að ég mun leggja mig alla fram, sama hvað það er. Ok, bara frábært og takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Eigum við að skella á eða eitthvað núna, eða takið ykkur út? Ok, nei. Já. Já, what? En þú sjálfur? Hvernig sé ég þetta á svona stórri mynd? Ég double-tappaði á Þú vítur bara nafnið. Já. Get ég bara sett í einu? Nei, svona, já. Einmitt, það er ekki berjast. Ertu að grínast? En þessum? Nei. Við sést hrikalega. Já, ok, svona. Vá, hvað flott lýsing að það hjá þér, Jói. Hver á þetta landakort? Það ekki flottir núna? Nei, ekki það sætur. Nú sé ég ykkur alls, sko. I like. Ég like. Hvað segir the press? Bara... Hann er bara mjög hress í mér. Þú hefur búin að vera hérna svolítið lengi. Já, ég hef búin að sitja hérna í smá tíma. Það er tölvað mín að hrynja niður. Já, hvað er langt í okkur? Við erum live, sko. Hvað er langt í ykkur? Erum við live? Já. Já. Sæll. Eftir hverju að bíða? Já, við erum bara að bíða eftir mér. Ætli ekki. Frábært. Nei, þú varst eitthvað að laga því, Jói. En... Já, bara... Vil ég kynna ykkur? Bara einu, Bjartur byrjar, síðan hérna Gauti, Jói og síðan þú. Bara búin að kynna okkur. Ertu ekki smá búin að kynna okkur? Nei, ef fólk veit ekki kannski hvað er að bjóða okkur fram í, ætti þessu. Sorry. Ég heiti Bjartur Jörfi Ingvarsson og ég er að bjóða mig fram í markaðsstjóra. Ég heiti Gauti og ég er að fara í Íþró.
Já, ég heiti Jói Labas og ég er að fara í formannsskemmtum. Hæ, ég heiti Júlía, ég er að fara að bjóða mig fram í Ok, við ætlum að byrja bara á að sýna hérna, já, velkomin. Og við ætlum að byrja að sýna bara stuðningsmannaræðina hans Bjart. Fínt að byrja Góðu bara henni. gestir. Svo myndi ég að tala ástæðu fyrir því að þið ættu að kjósa minn Ásgeir Bjart í markastjóra. Bjartur er einfaldlega hæfastur starfið. Hann er duglegur, skipulagður, metnaðarfullur og með góða tengingar inn í markaseiminn þar sem hann hefur starfað hjá fyrirtæki sem bókstaflega sér markasmál núna í 2 ár. Það sem er mikilvægast af öllu saman er að Bjartur Jörvi Ingvarsson er elskaður, hataður en aldrei hunsaður. Hann kemur öllu sínu á framfæri og er mjög ósérhlifinn. Og það er eitt af því mikilvægasta sem þarf í þetta virta starf. Hann er þó ljúfur og er með mjúka hlið sem sýnir sig oft. En þrátt fyrir að vera mjúkur lætur hann sko ekki vaða yfir sig kallinn. Hann er a real businessman. Peningar er hans brauð og vín. Bjartur líka eldklár strákur og það er ekki starffræðidæmi sem hann fær ekki leyst. Hann stendur sig vel í öllu sem hann gerir og er meira að segja á eðlisfræðibraut. Ef þið viljið bjarta framtíð, þá kjósið þið Bjart. Það er mjög smart að kjósa Bjart. Já, bara mjög fínt. Já, við erum live aftur. Næst ætlum við bara að sýna stuðningsræðina hans Gauta. Yeah, buddy. Ég hef verið besti vinur Gauta frá því mann eftir mér. Hann hefur alltaf verið svona skemmtilegur og hress, en það var ekki fyrir í 8. bekk þegar Gauti vissi að hann vildi fara í Versló. Og hann vissi einnig að hann vildi fara í formann Íþró, alveg eins og stóri bróður sinn sem hann lítur mikið upp til. Á sama tíma byrjaði hann að refsa ræktinni eins og sést á drengnum og mér finnst bara nokkuð viðeigandi að formaður íþróttanefndar skólans sé einnig þykkasti maður skólans. Gauti er frábær kandidat í Íþró. Hann elskar ekkert meira heldur en kærustuna sína, Versló og nefndina. Í fyrra mætti Gauti á mikilvægasta fund í Íþró þar sem við sóttum reisastyrk frá Samsung. Svo sá Gauti símana sem við fengum á Samsung sem við þurftum að nota til að fá styrkinn, þannig að Gauti átti stóran þátt í að Íþró kom út í miklum hagnaði. En hans stærsti eiginleiki er ekki hvað hann er duglegur, heldur hvað hann er mikið stemmingsmaður. Gauti er frábær í að mynda stemmingu og hann semur vel með öllum. Það geta ángríns allir talað við hann því að hann vill vera vinur allra og ég hef aldrei heyrt hann tala illa neitt. Hún finnst allir vera meistarar og hann reynir sitt besta að kynnast öllum. Að lokum er hann frábær fyrirmynd og fullkominn í hlutverkið. Ef einhver getur tekið við keflinu af Óttar Ómars og staðið sig jafn vel, þá er það Gauti Björn. Já, erum við live aftur? Ok, það ætlum við að sýna bara næst stuðningsmannaræðin hans Jóhanns. Hans Lappa. Komið sæl, ég heiti Andrea Nilsdóttir, ég er skemmtumeðlimur og ætla að fá að segja nokkur orð hann Jóhann Þór Lapas. Þegar Jói kom í skemmtuviðtal síðasta vor vissi ég leið og hann opnaði sér kjaftinn að leiðar okkar myndu aldrei skilja því ég vissi að þarna var einstakur maður á ferð. Alveg frá fyrsta skemmtufundi hefur hann sýnt mikla ástríðu fyrir starfi nefndarinnar og bara nemendafélaginu almennt. Hann mætti á alla fundi, tók alltaf virkan þátt, alltaf með skemmtilegar hugmyndir og þegar kom upp vandamál þá hugsaði hann alltaf við lausnum. Hann var líka alltaf að punktaði hjá sér hvernig við framkvæmdum verkefnin og einnig hvað mátti betur fara því hann var allan tíman að undirbúa sig fyrir formanninn. Hann er með mjög skemmtilegar skoðanir og pælingar sem verða að fá blómstra á næsta skólaári, treysti mér. Við sem þekkjum Jóa manna best vitum að hann mun eyða öllum sínum tíma og orku í að byggja upp nemendafélagið því það þarf virkilega að fara að breyta til og bæta. Hann mun einnig leggja allt sitt af mörkum til að fá alla verslinga til að mæta viðburði og taka þátt og svo sjálfsögum mun að leggja sitt hjarta og sál eða gera skemmtu og viðburði stærri og flottari en nokkuð sinni fyrr. Þetta eru mjög krefjandi og erfið verkefni en ég sem þekki metnaðarfulla Jóa manna best veit að hann getur allt. Ég var svo heppin að fá að vinna með Jóa mikið síðasta skemmtuárið og ég segi hér á fullri einlægni að hann er í alvörunni ein besta manneska sem ég hef kynnst. Það er svo gaman að vinna með honum, hann er svo hugmyndaríkur, hugsar alltaf rökrétt, hann er stórkostlegur penni, ógeðslega skemmtilegur og fyndinn og bara hefur jákvæð áhrif á alla í kringum sig og
og svo er hann ótrúlega góður og traustur vinur. X Jóhann Þór Lapas í formann Skemmtó, takk. Já, og svo að lokum það stuðningsmannræðan hennar Júlíu. Góðan daginn, kæru verslingar og gleðilega kosningu. Ég ætla að fá að kynna hana Júlíu sem að bjóða sig fram fyrir markastjóran í nefndafélaginu. En sjálf heiti ég Agnes Helga og að klára mitt fyrsta ár hérna í Versló. Ég fyrst kynntist Júlíu í Ungmennaráði Samfélags þar sem hún var kosin fyrir sitt kjördæmi, en í því ráði fylgir mjög mikil ábyrgð. Júlía sýndi mjög mikið frumkvæði og komið geggjaðar hugmyndir fyrir ráðið og lagði sig alla fram alltaf. En hún var líka, náttúrulega má ekki gleyma, hversu fárlega fyndin hún er og skemmtileg og til í að halda stuðinu alltaf uppi. Það var kannski fengið að kynnast smáðu frá því á TikTok. En það er klárlega skemmtilegast í heimi að vera í kringum Júlíu. Hún er fyndnasta manneskja sem ég hef kynnst. En ég fekk ekki aðeins að kynnast henni í Ungmennaráði Samfélags heldur einni í markastandinni voru við saman í ár í Versló. Þar lagði hún sig alla fram og ég fekk að kynnast hversu fárlega miklan áhuga hún hefur á markasmálum því hún lagði sig alla fram, mætti á alla fundi, kláraði öll verkefni og lagði sig alltaf 100% fram ef ekki meira til að klára. Og hún er klárlega svo típa manneski sem hættir ekki fyrir en hún er bara fullsátt með verkefni. Og klárlega finnst mér hún vera rétta manneskjan í þetta starf og kannski geggja að hafa ekki gert skemmtilega markastjóra. Það er ástæðan af hverju ég ætla að kjósa Júlíu og ég ætla að vona að þið gerir slíkt hið sama. Takk fyrir mig! Ok. Það bara að byrja á laufléttri já og nei spurning. Og það er bara hvort þið séuð feministar. Júlía, þú mátt byrja. 110%, já. Og síðan tökum við þetta bara lappi næst. Já. Jóhann, Jói. Já. Já, ég er feministi. Gauti. Já, ég er í feminista greininni þarna í 87. Sanna það. Ok. Bjartur. Já, ég er feministi. Gott. Síðan Gauti, það er alltaf hefð á kandidatafundinum að þú þurfir að taka armbeygjukeppni við mótframbjóðandinn sem er því miður engin núna. Og í fyrra var það ég sem þurfti að taka móti Óttari en ég ætla bara að leyfa bara að lappa að taka þetta á móti þér. Ok. Ég er... Hvað er að gera bara? Hversu djúpar er að tala um? Er þetta 90 gráður bara síðan beint upp? Já, bara 90 gráður og ekkert kjaftaði. Gauti, ef að hækka báðir í 10 og segja þetta gott, það bara... Það er vel keppni. Já, þetta er keppni. Þessi kattur. Bara beini myndaðalinn niður og Bjartur, þú telur hjá Jóhanni og Júlía, þú telur hjá Gauta. Ok. Þú ok? Gautin ætla að taka upp á brauðraust, ég sé ekki neitt. Hey! Hvað er að gera þetta? Ok. Í arbeiðsstöðu með þig? Já, ég það. Það er að tala upphátt. Er það ekki bara fulla ruglandi eða? Já. Nei, telli bara inn í ykkur. Já, ok. Byrja. Já, og þið megið byrja. Já. Þetta er ekki jafn auðmíkjalegt og þegar ég og Óttar vorum í fyrra, það var hræðilegt. Ég er búinn. Minn maður lappi á með 30 slétt.
Já, hvað bara hafa þetta round number, létt að telja. Já, Gauti komur Er Gauti á njánum, eða? Á ég að hætta? Nei, ég er ennþá. Gauti var með 61. Ha? Við óttar bara 20 í fyrra sem voru búnir, sko. Já, jú, reyndar. En þú voru að spyrja markastjóran um næstu, ég var að koma. Já, þú ert heppinn. Það er hefð að markastjórar eiga að selja okkur áhorfendum penna. Fyrir marga hefðir? Þið selja okkur penna. Bara penna? Bara ef þið þyrftu að selja penna, já, ef þið þyrftu að selja penna, hvernig myndið þið selja, reyna að selja með penna? Bara hvernig væri söluræðin? Og Bjartur, þú mátt byrja. Má ég byrja? Já. Má ég byrja? Ok. Já. Þarna, nennir að skrifa eitt niður fyrir mig. Þannig byrjum. Ertu með penna? Ég er ekki Nei, með penna. ég get alltaf selt þér penna ef þú vantar penna. Já, herru, þú náðu mér. Já, ég... Nei. Já, og Júlía. Já, þetta er svolítið svona, allir, já, ok. Ég lofa því að þessi penni mun láta þið hlakka að skrifa glósur í ensku tíma, eða náttúrufræði tíma, eða bara hvað sem er úti. Hann er svo smá, the texture, the flavor, já. Takk fyrir mig. Ég vil náttúrulega minn penni bragðist, minn penni þarf að bragðast vel, sko, þannig að þú náður að selja mér hennar líka. Ég verð að geta nartað í eina penna, sko. Síðan er spurning til ykkar allra. Ef þið náðu ekki kjöri, ætlið þið samt í nefndina. Stutt svar. Bara mjög einfalt. Og hver er að byrja? Ég er ákveðið með að fara bara núna að byrja á Júlíu. Já. Ef ég myndi ekki vera markastjóri, myndi ég að skilja nefndina út í ég hef gríðlega áhuga á markastarfi skólans. Já. Og Jói? Já, sko þar sem ég er einn í framboði þá er það engin annar formaður, þannig að það eru viðtöl. Ég myndi fyrst fara í þau og reyna að verða formaður. Ef að einhver annar er valinn, þá myndi ég fara í viðtal fyrir það líka. Af því að, já, bara gæti ekki farið að vælið án þess að vera haldað eftir að vera búin að prófa það, sko. Já, Gauti? Nei, ef ég kemst ekki í íþrótt þá fer ég í list. Það var ekki sem fyrir þetta. Þú dast eitthvað út, held ég. Heyrðist ekki. Jú, þú dast bara eitthvað út. Já, þannig að ef ég kemst ekki í íþrótt þá fer ég bara í list. Ég heyrði ekki, í listó? Já, í listó. Ok. Bjartur? Ef ég verð ekki kosinn, þá hugsa ég að ég fari ekki í markasnefndina, en ég mun reyna að taka að mér störf sem markastjóri hjá kannski öðrum stærri nefndum. Já. Spurning til markastjóra. Nei, sorry. Jói, þetta er þín. Ef það má ekki halda vælið í Hörpunni, hvar myndirðu halda það? Ég er náttúrulega býst við því að mega halda það í Hörpu. Það er búið að ræða við Hörpu um að gera það aftur, en já, ef það er ekki það, þá held ég myndi bara þurfa að fara aftur í Háskólabíó, þar sem að það er svona, já, það væri mögulegt að skoða eitthvað annað, til dæmis, já, Laugarársbíó, en það er bara rosalega erfitt. Ég held að myndi þurfa að vera Háskólabíó. En ég stefni alveg að halda í Eldborg og ég, eins og mér skilst frá þeim sem ég er búinn að tala við þar, þá er það staðan, sko. Já. Gauti? Já. Hver voru þín hlutverk í Íþró? Í Íþró?
Það er náttúrulega halda utan um það viðburði, þú veist, fá fólk til að mæta, peppa upp viðburði. Mættu á nokkra fundi með Óttari eins og með dílum við Samsung. Og mættu við, skoðum símana, kláruðum það. Og þetta er mjög margslungið bara. Ég var ekki mikið að senda e-mailum, en ég var í, þú veist, skipulegga viðburði, plana alls konar hennar hluti og alls konar svoleiðis. Yes, sir. Okay. Markastjórar, segið stutt frá ykkar reynslu og hvað þið hafið fram yfir mót frambjóðandann. Bjartur, þú byrjar og síðan Júlía, ég ætla aðeins að stökkva frá, kemur eftir augnablik. Innan nemendafélagsins var ég markastjóri útvarpsnefndar núna síðustu ári og seldi meðal annars nafnið á vikunni. En fyrir utan nemendafélagi þá starfa ég fyrir HN Markaðssamskipti sem er markaðssamskiptafyrirtæki. Sér búið til auglýsingar, öllu markaðstengdu, selja þær og þannig að ég hef lært mjög mikið þar. Og það er kannski aðalega það sem ég hef fram með eru tengslin sem að í raun það fyrirtæki býður upp á. Við erum með einhverja 60 kúnna sem að ég hef þá í raun beina tengingu inn í þau fyrirtæki sem er virkilega góður grundvöllur að byrja á, en svo náttúrulega er allt opið og núna á næsta ári það verður öðruvísi og verður erfitt, þannig að við getum þurft að leita nýrra leiða í að fá styrki á stöðum sem við höfum ekki endilega dottið í huga sækja á og ég tel mig vera fullkomlega hæfan í að gera það. Já, reynsla innan NFHÍ hjá mér, ég sat í og tók virkan þátt í að safna skóla fyrir skólaskírteini okkar. Síðan fór ég undirnefnd Listó og Nemo markaðsnefndarinnar og svo var ég formaður markaðsnefnd Nemo og það gaf mér ótrúlega mikla reynslu sem aflýst mér inn á veggjum NFHÍ sem markaðsstjóri og meðlimur í stjórn. Síðan árið 2017 þá var ég kosin inn í Ungmennasamfés sem aðalmaður í 2 ár fyrir hönd Austur-Reykjavíkur og þar eflaði ég mig mikla reynslu og þar héldum við náttúrulega stærsta grunnskólaball Evrópu sem er samfestingurinn og við ungmennaráðið náttúrulega héldum það ball og það eflaði mig reynsluna fyrir stjórnina að halda okkar. Þannig já, þá til ég hafa umfram honum Bjarti, mótframbjóðanda mínum, að hafa reynslu innan NFHÍ og mikla reynslu að halda böll og vinna með öðru fólki í mörgum öðrum ungmennaráði sem ég hef verið í. Ok, næsta til Gauta og Jóa. Hvernig ætlið þið að koma í veg fyrir næsta heimsfaraldur? Gauti, þú mátt byrja. Ok. Hvað, eru þú að tala um aðra veirusýki? Bara annan heimsfaraldur. Náttúrulega lykillinn, bara fólk haldi sér í formi, mæti á þessa viðburði og þið fá ekki þessa veiru. Er þín lausn að vera meira innan fólk? Já, og hreyfa sig meira. Bara það sem flestir fáta sem fyrst, við losnum þetta óþarfa fólk sem deypar út af þessu og síðan fer þetta bara. Frábært. Þetta er svona eins og þarna í Svíþjóð, þeir eru að vinna með svona hjálp, bara allir fá þetta og búið mál. Já. Eru þeir að vinna með það þar? Já, ég heyrði það. Já. Jói, hvernig ætlum þú að koma í veg fyrir næsta heimsfaraldur? Ef við erum að tala um svona smitsjúkdómafaraldur þá myndi ég vilja setja upp svona skilti, svona ekki borða leðurblökur. Svo ef við erum að tala um bara, ég veit ekki, stríð eða flóð eða eitthvað, þá held ég við verðum bara að brosa meira og vera góður hvort annað og ást er besta sem að til að verjast utan að komandi árás. Sagði eitthvað ævintýri sko, þannig að... Já. Ég er búinn. Ok. Gauti, við varum flottir. Já. Næsta spurning er til Bjarts. Þú vilt koma á svokölluðum markaðsskatti og skattleggja allan þann pening sem markaðsnefnd kemur inn í nemendafélagið.
Getur þú útskýrt aðeins betur hvað skattpeningurinn myndi fara í og af hverju þú telur þetta vera góð hugmynd? Þetta er aðalega hugsað vegna þess að á næsta ári verður, eins og ég segði áðan, verður sennilega mjög erfitt ár fyrir að safna styrkjum. Fyrirtæki eru ekki sérstaklega vel fjárhagslega stödd, flest hver. Þannig að leið að við dettum inn á að geta fengið nokkra styrki, þá ættum við með því að nota markaðsskattinn að geta balansa flæði peningana betur. Með því að halda eftir nokkrum peningum, halda eftir semst einhverjum hluta peningana, ættum við að geta nýtt hann betur seinna ef það gengur illa. Hins vegar, ef það gengur vel í raun allt árið, þá væri að sjálfsögðu hægt að nota þetta í bara nefndastörf, lækka verð á böllum, halda viðburði fyrir markað. Möguleikarnir eru endalausir, en grunnhugmyndin er sú að með því að skattleggja peningana sem við söfnum, þá erum við ekki að taka af sem að nefndin að safna sjálfar, heldur væri hugmyndin að við myndum halda eftir peningnum og gætum þá stjórna flæðinu betur ef það gengur illa að safna styrkjum. Ok. Lítið þið upp til, þetta er til ykkar allra, lítið upp til núverandi formanna, nefndana eða embættismanna og munið þið biðja hjálp þeirra á komandi skólaári? Júlía má byrja. Já, Þórdís markaðsstjóri, ég vann mikið með henni. Ógeðslega flottur markaðsstjóri. Hann var ógeðslega skipuleg og hress og hélt vel utan nefnd og ég lít svo mikið upp til hennar sem markaðsstjóri og bara sem manneskju. Og næsta ári ef ykkur myndi erfiðleikar koma upp, myndi ég hiklaust hafa samband við hana og bara spyrja afleits og það sem ég veit að hún er ógeðslega sterk og stóð sér ógeðslega vel á þessu ári. Þannig já. Ok, Jói? Já, sko, Sverrir er svona litli bróðir fyrir mér. Hann er alltaf búinn að vera með við hlið, en já, ég verð að segja að ég lít mjög mikið upp til hans. Ég er búinn að var mest með honum, langt mest í þessu ferli hjá okkur. Og eins og kannski Andrea kom inn á stuðningsræðinu, það var það svolítið bara til að undirbúa mig fyrir þetta, því að ég og Sverrir vissum bara að ég myndi bjóða mig fram og hann var mikið að styðja við mig í þessu og útskýra fyrir mér allt og tók mig með í svona ákveðin verkefni sem að muni koma sér vel fyrir næsta ferli ef ég er formaður. Þannig að já, ég lít mjög mikið upp til hans og ég mun klárlega tala við hann. Hann bara, já, ég mikið ekki á það. Ok, Gauti? Já, Óttar, ég lít mjög mikið upp til hans. Ég get ekki verið án hans. Þú veist, eins og hafa hann flutt inn til mín, við erum búin að búa saman í vik og ég fer nánast ekkert á þess að hafa hann með mér. Eiginlega bara svona í ól. Fólki vill þetta. Já. Hann er miklu uppáhaldi. Það byrjaði það. Já, ég þekki Þórdísi ekki persónulega, en ef ég verð kosinn þá verður sennilega mitt fyrsta verk að tala við hana og kynnast henni betur því að allt sem ég hef heyrt hana að hún hefði bara staðið sig gríðarlega vel á síðasta ári og já, ég lít eins og ég segi bara upp til hennar og vona að fá að kynnast henni ef ég verð kosinn. Ok. Gauti, ætlar þú að halda golfmót? Það væri í persónu. Já. Ok. Síðan til ykkar, Jói og Gauti, ætlið þið að hafa jafnt kynjahlutfall innan nefndarinnar sem formaður? Já, Jói. Ég er ekki með það sem neitt markmið sko, en af því að ég lít miklu frekar á hæfni heldur en kyn, eins og bara flestir myndi gera. En við vorum núna í skemmtun með jafnt kynjahlutfall og það kom mjög vel út og við höfum mjög gaman að því, þannig að ef það væri hægt þá bara væri það ábyggilega geðveikt. En þú veist, ef það er einhver stelpa hæfari en annar strákur og það eyðileggur kynjahlutfallinn, þá er það ekki að fara að stoppa með neitt sko. Og já, eins og ég segi, mér finnst kynjakvóti fyrirfram ekki, einhvern veginn ekki, það hefur ómikil áhrif á valinn í nefndina en jöfn kynjahlutfall er klárlega bara mjög jákvætt en ekki eitthvað sem maður getur kannski beisað valið inn í nefndina á. Annars bara, já, takk. Gauti?
Já, ég er mjög sammála Jóa. Það er náttúrulega hæfni yfir allt annað fattari. En það er líka mjög gaman að hafa nokkuð jafnt í kynjum í nefndinni því að þá er, þú veist, ekki yfirburðar, þú veist, pullustemning eða eitthvað svoleiðis í nefndinni. Þannig að ég mun reyna með að hafa svona 5-4 hlutfall. Ekki eitthvað verra heldur en 6-3 fattari. Já. Því að verða að lokum 9 í nefndinni náttúrulega. Gauti. Já. Segðu mér eitt. Sem formaður Já. þarftu að sjálfsögðu að hafa mikinn tíma fyrir hendi og alla þína athygli á nefndinni og nemendafélaginu svo hægt sé að skapa gott andrúmsloft í NFFÍ. En Já. hefurðu nægan tíma í formannsstöðu þar sem þú ert á leiðinni í áttuna? Já, sko, við plöterinn erum búin að ræða þetta saman og hann er búin að gefa mér leyfi til að hafa íþrótt númer 1, fjölskyldu númer 2 og áttunum númer 3. Þannig að það verður alveg nægur tími fyrir ykkur. Ok. Áttan fer bara svona svolítið til hliðar. Gott. Síðan markastjórar. Ætlið þið einungis að senda pósta á fyrirtæki til að reyna að fá styrki og afslætti? Áður en læt ykkur svara, hérna, ef þið hafa einhverjar spurningar á salnum, senda þær inn núna og síðan förum við það eftir þessa spurningu. Bjartur, þú má byrja. Nei, ég ætla alls ekki einungis að senda pósta. Ég tel það ekki vera nógu effektífa leið til að ná sem mest út úr fyrirtækinu. Þannig að ég trúi að með því að mæta á fundi, setja fundi og tala við fólk, jafnvel bara í síma þó það sé ekki í fundur, þá tel ég bara miklu effektífari leið til að fá pening. Já. Júlía? Já, var spurningin að bara senda tölvupósta? Já, ætlið einungis að senda pósta á fyrirtæki til að reyna að fá styrki og afslætti? Ok. Hann alltaf fylgir því að gera það líka og gera það bara á fullu og reyna alltaf að finna rétta einstakling en líka að sjálfsögðu að finna rétta einstakling í hringja í og ná að selja sig mjög vel í símtali er svo miklu betra en að selja sig í tölvupósti út í að það er hunds ofta tölvupósti. Þannig nei, ég mun alltaf líka vera að hringja og stundum bara funda og hitta fólki svona í alvörunni ef maður er að selja eða svoleiðis. Já. Kíkjum núna á spurningar og sal. Það reyndar, Jói, þú ert mjútaður. Já. Hvenær kemur vælið á YouTube? Já, ég er bara með, sko ég er ekki með svari við því af því að það er ekki hægt að spyrja neitt annan en Daða en staðan er svo þannig að, já, má ég bara segja af hverju það er ekki komið? Já. Jú, bara. Já, það er þannig að það er ekki búið að borga törpu fyrir vælið. Við í Skemmtó komum út í mjög miklu plús á okkar ferli en þar sem að aðrar nefndir eru búin að vera í mínus þá var það að draga niður í rauninni hagnaði, það var það að fara af okkar hagnaði og það er ekki búið að borga Eldborg. Þannig að það er í rauninni bara Daði sem getur svarað hvenær það kemur en annars er það í rauninni ástæðan að það er bara ekki búið að borga Eldborg af því að við hefum ekki peningina, ég skil það svoleiðis en við komum samt út í miklum plús og þá mun örugglega komið ljós á uppgjörinu á föstudaginn, þannig að já. Já, það var einhver sem er að horfa sem er að fyrst að þið værið automatískt kosnir inn en svariði því að nei, þeir þurfa að ná 67% atkvæðum til að ná kjöri. Þannig að þau eru á 67% af þeim sem kjósa að kjósa Gauta, Jóhann og Baldvin. Já, og þar leiðandi ekki skila auðu í staðinn. Og síðan er völlurinn með spurningu til flauta. Þarf maður að vera undir 5% í fituprósentu til að komast í nefndina? Ég sætti mig alveg undir 9. Undir 9, ok. Já, síðan var Óttar eitthvað að forvitnast með markastjóra Nemo því að nú varst þú í markasnefndinni Nemo, Júlía. Já. En síðan var Lofís náttúrulega í markasmálum, kannski þú útskýrir aðeins
hvernig það skipulag virkaði? Já, náttúrulega, ég bara mætti viðtal og mér minnir að Lolla og Kári nema og það tekið við mig. Og þau spurðu mig í viðtalinu hvort ég treysti mér að vera maður. Ég sagði já, bara algjörlega 100%. Og síðan setti Lolla fyrsta fundinn. Hún kynnti okkur svolítið inn í bara, þú veist, Trello, sem svona app til þess að skipuleggja, ef fólk vissi það ekki. Þá var hún ofta að benda okkur á, þú veist, hvað fyrirtæki við mættum ekki og nefndin var kannski búin af því. Hún var bara svona okkar svona tengsl við nema og nefndina, svo við myndum ekki senda over sama póstinn eða ruglast. Þannig, og til dæmis ef ég reddaði styrk, ég reddaði kannski forsíðu, þá, eða heila blaðsíðu í bækling, þá sendi ég á Lollu og hún sendi það svo áfram og Lolla reddaði því. En þú veist, ég var formaður nefndar og þetta voru og þetta voru nokkrar 02 stelpur og busar og ég var bara svona smá að sjá þær, ef þetta útskýrði. Já. En hérna síðan varstu með höndina uppi á hann. Já, ég fékk SMS frá vinkonum minni að hljóðið mitt stundum að detta út og því ég var að segja frá reynslunum minni að það dottið út, þannig ef ykkur geta kommentað á livestreamið að gera það er hérna á heyrnartól. En vonandi heyrist bara mjög vel í mér núna. Já, ég heyri nú alveg svona mest af því sem þú segir allavega. Já, þú ert nokkurn veginn fín bara, sko. Þetta slagst alveg, en það heyrist alveg, haldið. Já. Já, það eru sumir sem dett út en það kemur oftast inn bara seinna eða þá, eða bara dettur það stutt út að maður heyri ekki en þú veist, ef það vantar alveg einhvern stóran búta þá máttu alveg bara endurtaka. Hvað sagðirðu? Ef það, þú veist, Nei, ég veit ekki hversu stóra búta en bara vinkonum mín sagði mér frá þessu og ég var að reyna að tengja. Ég held að þú hafi sloppið, sko. Já, ég slapp. Það er bara fínt. Höldum áfram. Já, þetta er svona, má ég sjá, spurning hvort að við förum að koma okkur í lokar, kannski sjá hvort það sé einhverja fleiri spurningar. Já, síðan bara hérna, ég ætla bara að beina þessu til ykkar allra, hvað finnst ykkur klíkuskap í nefndum? Bara Bjartur, þú mátt byrja. Já, klíkuskapur er náttúrulega sjálfsögðu slæmur og eitthvað sem að bara hreinlega gengur ekki ef að nefndin á að ganga. Það er ekki boðlegt að hafa bara vini sína eða fólk sem þú þekkir. Þú verður að hafa fjölbreytileikann upp á að nefndin funkar og þú nærð bara einfaldlega ekki þeim fjölbreytileika ef þú ert bara að taka inn vini þína eða fólk sem þú þekkir. Þannig að það bara bitnar á nemendafélaginu í heild sinni ef að nefndir eru með klíkuskap. Já, Gauti? Já, ég sammála Bjarti. Þetta á ekki að fara eftir vinatengslum eða eitthvað svoleiðis. Aðalega bara hæfni. Jói? Já, sko, ég er sammálaði eitthvað við sem marki að mér finnst klíkuskapur bara ægilegur, algjörlega fjölbreytileikann og allt og ég er sammála því en mér finnst í ákveðnum miðstjórnarnefndum til dæmis þá er klíkuskapur ekki að versta sem getur gerst til að koma fleiri krökkum inn í nemendafélagið til að taka meiri þátt. Þá stundum þarf smá klíkuskap til að fá hugrekki við að fara í einhverja nefnd. Þannig að upp á vissu marki hjá miðstjórnarnefndum þá finnst mér það ekki kannski fullu klíkuskapur en þú veist aðeins kannski þá getur það komið fleirum inn í nemendafélagið en hjá stjórnarnefndum þá er það ekki lægir og ég er á saman leið. Já, Júlía? Já, ég er sammála sem Bjartur sagði að klíkuskapur hefur slæmt starfinu hjá öllum stjórnarnefndum og líka miðstjórnarnefndum en í markaðsnefnd fann ég ekki mikið fyrir mikilli klíku, við vorum alveg svolítið mikil heild bara og það var bara svona alls konar fólk sem kom inn í nefndinu og tókum upp þessu þannig já, það er bara minn já. Ok, frábært. Ég ætla að leyfa ykkur núna að fá svona nokkur lokaorð. Já. En þið viljið koma ykkur frá okkur sem þið kannski náðu ekki að segja áðan eða hefði getað ekki heyrt eða eitthvað svoleiðis. Eða bara eitthvað sem eitthvað langar að segja. Þannig Júlía, þú mátt bara byrja og síðan er það Jói, Gauti og síðan Bjartur. Já. Ég mun leggja áherslu á rekstur nemendafélagsins gangi alltaf og ég ætla alltaf að vinna náið með fé
meðlimi stjórnar sem markaðsstjóri. Einnig líka það að allir formenn og meðlimir nefndar, hvort sem nefndin er stór eða lítil, mætti alltaf heyra í mig sem markaðsstjóri og ég mun bara reyna það sem ég get til þess að hjálpa ykkur. Ég mun að leggja alla metnaði minn og tíma í starfið mitt í stjórn fyrir NFHÍ. Ég er reynslulík, dugleg og hress stelpa sem ég vona að þið treystið mér í þetta starf. Þið setjið bara X í mig. Takk fyrir. Jói? Já, ég bara get eiginlega ekki hugsað mér að taka þess að seinasta árið mitt í Vestló á þess að vera partur á skemmtó. Bæði Vælið og Busavíkan var sjúklega vel heppnað þetta árið og ég er 100% viss að ég geti haldið sama standard og fyrirnefnd sem formaður, bæði með reynsluna mína og með fleiri hugmyndir sem ég hef. Svo jafnvel fyrir stjórnina þá finnst mér félagslífið í skólanum með rosalega mikið potential og það er að vissu leyti kannski í smá niður eins og margir vilja meina, en ég held að ég sé algjörlega hæfur og vil ekkert meira en að fá að rífa það upp með ykkur og gera næsta ár gert. Þannig að bara já, X við mig. Já, við langar að halda uppi peppinu og stemningunni sem er í kringum íþrótt, halda skemmtilega viðburði og hafa fyrir sem flesta, þannig að sem flestir mæti til dæmis á Marmaran í vikum og svoleiðis, til að hafa bara yfir höfuð meiri stemning í skólanum. Það hafa svolítið vantað upp á þessu ári, en eins og Jói segir, það er klárlega hægt að rífa það upp aftur. Bjartur? Já, mér langar bara að koma inn á, ég kom ekki inn á hann. Ég starfa líka sem bókhaldari, þannig að fjármálun er ekkert nýtt fyrir mig. Það er ég er með bæði mjög góða tengingar og auðvelt fyrir mig að sjá fjármála sem ég þekki þetta mjög vel. Svo vil ég líka benda á að ég vil auka þátttöku ykkar, semst fólksins í skólanum, í að fá að velja hvar við fáum afslætti. Það er orðið dálítið þreytt að vera með afslátt á stöðum sem maður notar aldrei en vilja kannski fá afslátt annars staðar. Þannig ég vil fá smá input frá ykkur til að í raun ákveða hvar við viljum reyna að sækja á. Annars vil ég bara óska ykkur góðs kvölds og setja X upp í art. Það eru frábært, bara gaman að heyri ykkur. Sömuleiðis, press. Já, sömuleiðis, takk fyrir. Sömuleiðis, maður. Bara gangu vel og við sjáum. Takk fyrir það. Já, bye. Bye.
Er allir hressir, eða? Já. Ég spyr alla að þessu fyrst þegar koma. Er allir hressir? Það er góð spurning. Það er góð spurning. Já, erum við live, Ágúst? Frábært. Jæja, þá komum við að seinast á hópnum og ég ætla bara að leyfa ykkur að kynna ykkur og í stafrófsröð. Þannig... Já. Hæ, ég heiti Ásta Glódís og ég er að bjóða mig fram í embætti forseta. Já, ég heiti Eiríkur Kúld Viktorsson og ég er að bjóða mig fram í embætti forseta nemendafélags Vesturlandsskóla. Já, ég heiti Hildur Kaldalóns og ég er eins og við öll hérna að bjóða mig fram í embætti forseta nemendafélags. Já, ég heiti Þórir Steinsson og er að bjóða mig í forseta. Og bergmálaði mjög mikið hérna. En hérna við ætlum að byrja bara á að sjá stuðningsmannaræðurnar og við ætlum að byrja bara á Ástu. Ég hef þekkt Ástu í kannski 2 ár núna og við kynntumst þegar við vorum að stofna Kraganefndina og síðan kynntumst við betur í ungmennaræði samfélags hálfu ári seinna. Ásta er mjög ákveðin og gerir allt sem hún tekur sér fyrir hendur og gerir það mjög vel og er mjög hvetjandi og stendur við allt sitt. Það er hægt að tala um þessa ákveðnu verslótýpu, skinkur og hnakkar með mikla peninga og daddy issues. Þegar í raun er þessi verslótýpa manneskja sem er dugleg með metnað og hugmyndarík og með hjarta á gulli og það er bein lýsing á Ástu. En það sem sker Ástu kannski úr verslóhópnum er að hún er með ótrúlega sýn á heiminum. Hún sér heiminn nefnilega ekki eins og hann er, heldur eins og hann gæti orðið. Og þess vegna tel ég Ástu vera svo eina sem getur komið nemendafélaginu á þann stað sem hann þarf að vera á. Síðastliðið ár hefur Ásta gengið gegnum hægðir og lægðir, alveg eins og við hin, en flest ykkar tóku kannski bara ekki eftir því, því þegar lífið verður erfitt, hleypir Ásta því ekki inn, heldur sigrar hún það. Því hún er bara þannig manneskja, sterk, jákvæð og sjálfstæð. Og ég veit ekki með ykkur, en það eru eiginleikar sem ég er að leita í leiðtoga. Jú, Ásta er vinkona mín, en það er ekki ástæðan af hverju ég ætla að kjósa hana. Ég ætla að kjósa hana vegna þess hver hún er, góðvild hennar og anda, og vegna þess að hún er án efa besta manneskjan í starfið. Já, síðan ætlum við að skoða stuðningsmannaræðina hjá Eiríki. Hæ, ég heiti Gunnar og ég vil fá að nýta þennan vettvang minn til að vera trúður. Ég mátti víst ekki vera trúður. En að aðalmálinu. Ég held að það sé öruggt að segja að Eiki sé maður sem þekkir félagslífið í þessum skóla hvað best. Hann var list á businn, hann var í leikhóp Nemo og hann söng úr sér hjarta á vælinu, endalausa miðstjórnarnefndir, málfók, Gettu betur og ég veit ekki hvað. Ástríðan hans fyrir þessu nemendafélagi er svo ólýsanlega mikil og hann kann þetta allt. En ég er ekki hér til að tala um stefnumálin eða kosningaloforðin hans Eika. Ég er hér til að tala um einn af mínu bestu vinum sem hefur staðið með mér gegnum súrt og sætt. Þetta er manneskja sem allir vilja hafa í kringum sig af því að þetta er eitt góðhjartaðasti strákur sem við finnið og hann peppar upp á tímum þar sem að þú hélst þú getur ekki mögulega fundið fyrir snefilmagni af peppi. Hann er alltaf til að hjálpa þér og gefa þér ráð og ég segi með fullu öryggi að þetta er besti vinur sem hægt er að óska sér og ég er svo þakklátur fyrir að hafa kynnst þessum gaur og ég vona svo innilega að þið sjáuð hvað hann er frábær og hvað hann er fullkominn í þessa stöðu. Eiki, þú ert búin að standa þig ótrúlega vel í þessu ferli og ég veit að ég tala fyrir svo marga þegar ég segi að við erum fucking stolt af þér og þú átt þetta svo skilið. Og ég veit að þið viti hvern má að kjósa. X Eiríkur Kúld í forseta NFFI. Okay.
Já. Nú ætlum við bara að fá að sjá stuðningsmannaræðina hennar Hildar. Hæ, ég heiti Halldóra og ég hingað komin til að tala af hverju Hildur ætti að vera kosin forseti NFFÍ. Ef þú ætlar þér að vera forseti NFFÍ finnst mér að þú ættir að hafa ákveðna kosti. Þú þarft að hafa metnað, dugnað, þú þarft að vera skipulagður og það þarf að vera auðvitað að koma að tala við þig. Hildur hefur alla þessa eiginleika. Hildur tókst, smá spoiler, að koma á lista út í bullandi hagnaði núna í ár sem fjármálastjóri. Henni tókst líka að syngja á vælinu, taka þátt í Nemo og standa sig eitthvað annað vel sem stummi í Morfís. Hún tók öll þessi verkefni og stóð sig eins og hetja í þeim öllum. Ég veit að Hildur myndi standa sig vel í forsetaembættinu og ég treysti henni 100% fyrir þessu erfiða verkefni. Hildur líka ótrúlega sterk manneskja og sama hvort henni líði frekar illa eða bara frekar hress, þá tekst henni alltaf að taka styrkleikann sinn og færa hann yfir á aðra sem þurfa á honum að halda. Hildur virðir skoðanir allra, sama hver aðilinn og hún virkilega hlustar. Henni ekki sama neinn. Hún svo gríðarlega full af metnaði og dugleg og ég veit að hún yrði frábær forseti NFFÍ. Já, svo að lokum fá að sjá stuðningsmannaræðina hans Þorra. Vitandi að Þorri ætlar að bjóða sig fram til forseta, lætur mig sem ég langar til að falla og taka bara árið aftur til að fá að upplifa það. Ég og Þorri vorum saman nemendur á Hagaskóla og þess vegna veit ég að hann fæddur forseti. Hann hefur verið allt, hann hefur félagsfærni, vinnusemi, sterkar taugar, umburðarlyndi og ef þú segir vandamál þá heyrir Þorri bara lausn. Þannig að ef ég ákveða að falla og taka árið aftur þá eins gott að því að við öll kosið Þorra. Já, hún búin, ok. Við skulum bara byrja þetta strax og ég ætla svona mest að vinna með það að taka þetta í stafrófsröð og síðan öfugröð tilbaka. Og ég ætla bara að byrja þetta á mjög einfaldri spurningu sem ertu feministi? Og Já. Já, Já. ég er feministi. Já. Allir búin að svara? Já. Allir já? Já. Frábært. Síðan ætla ég náttúrulega þeir eru öll í samframboði þannig að margar spurningar munu koma til ykkar allra. Og nú mun Þorri byrja að svara. Hvað hefur þú fram yfir mótframbjóðendur þína? Já, ég fyrst ætla ég að nefna reynsluna þar sem ég stóð í nemendaráði Hagaskóla sem formaður á seinasta árinu og var líka í nemendaráði öll mín. Og það er mjög líkt þessari stöðu að vera forseti, vera svona yfir skólanum og svoleiðis. Þar skipulagði böll og viðburði og sá bara allt var í toppstandi. Ég heiti heilu dögunum að gera sviði fínt bara svo að umhverfið væri flottara og fólki leiði betur og svoleiðis. Og svo var ég einnig í skólaráði Hagaskóla þar sem ég var fulltrúi nemenda bæði í 9. og 10. bekk. Og eins og margir vita þá einkenndist þetta ár ekki, af mikilli stemningu kannski. Og ég er nefnilega gríðarlega góður í að halda stemningu uppi og ég held ég að það á móti frambjóðendum mínum. Ég get einnig vitnað í viljan sem kom hérna út einhvern tímann á árinu. Þar sem stóð að þegar bekkurinn minn, annar X, fór upp á 4. hæð, það var bara hljótt á 3. hæð og það segir bara að stemningin elti mig og auðvitað er ég ekki svo eini í bekknum sem að halda henni uppi og ég á frábæra bekkjarfélaga sem sjá þetta með mér. Mér finnst ég einnig bara mjög góð fyrirmynd og þar sem ég aldrei til dæmis snert áfengi áður og bara mjög skynsamur yfir höfuð og ég held að mín nánustu geti tekið undir það. Og já, þar sem ég horfði á öll myndböndin hjá öllum öðrum frambjóðendum mínum, þá sögðu þau öll að nemendafélagið sé á niðurleið og þar sem ég hef ekki verið í mörgum nefndum frá því ég byrjaði í Versló og ekki haft mikil áhrif á nemendafélagið, það finnst mér vanta nýjan leiðtoga, eitthvað svona nýtt, eitthvað sem hefur ekki verið áður.
og þar sem þau voru öll í einni eða fleiri nefndum að hluta til, þá eiga þau kannski smá þátt í þessari niðurleið, þó náttúrulega ekki bara þau, bara allir skilur. Og mér finnst bara vanta eitthvað nýtt, eitthvað sem nemendafélagið hefur enga reynslu á, en samt það sem ég hef reynslu á nákvæmlega þessari stöðu að vera yfir þessum skóla. Hagaskóli var 600 manna skóli sem er nánast eða meira en helmingi minna en Versló, sem er bara mjög nálægt þannig séð. Og því finnst mér ég bara mjög tilbúinn í þessa stöðu og já. Hildur? Já, ég ætla frekar en að segja eitthvað hvað ég hef fram yfir aðra, þá langar mér bara að tala um hvað það er sem að mér finnst gera mig hæfa. Svo er bara hægt að taka meðvita ákvörðun út frá því og bara ákveða hver manni finnst hæfastur. En ég hef mikla reynslu af nemendafélagi og ég var í leikhóp, Listó og Nemo og söng á vælinu og var í Eurovision nefnd á fyrsta ári. Og núna á öðru ári þá var ég í Morfís og ég var fjármálastjóri Listó og ég söng á vælinu og dansaði í 2 atriðum þar. Ég var í leikhóp Nemo og formaður 3 miðstjórnarnefnda og meðlimur fleiri nefnda. Og það gefur mér svo ótrúlega djúpa innsýn í nemendafélagið og hvernig það starfar, þannig að ég bara 100% viss að þessi reynsla muni nýtast mér ef ég verð forseti. Og ég er móttækileg og á mjög auðvelt með að hlusta. Þannig að ég er bara alltaf tilbúin að heyra hvað allir hafa að segja hvað þeim finnst betur megi fara og bætast við í nemendafélaginu. Og svo elska ég nemendafélagið bara af öllu hjarta því það hefur gefið mér svo ótrúlega margt og leyft mér að blómstra og það hefur gefið mér svo mikla ástríðu fyrir þessu nemendafélagi og mér langar að allir fá að upplifa þessa sömu tilfinningu og ég hef fundið sem er bara að tilheyra af því það er svo ótrúlega mikið. Og allt þetta sem ég hef lagt inn í nemendafélagi hefur bara gefið mér svo mikla trú á því og öllu sem það getur gert fyrir okkur og þess vegna veit ég að ég myndi leggja mig 100% fram til að gera nemendafélagið bara eins gott og við eigum skilið að hafa það. Já, það sem ég hef fram með mótframbjóðendur mína er að ég hef séð hvernig nemendafélagið virkar frá öllum mögulegum sjónarhornum. Ég hef leikið í Versló-sýningu, ég hef sett upp Versló-sýningu og ég hef horft úr salnum á Versló-sýningu. Ég hef sungið í Eldborgarsal á Hörpu og ég hef horft úr salnum á bestu vini mína að gera það sama. Ég hef haldið keppnir á vegum Versló, ég hef keppt í keppnum á vegum Versló, unnið og tapað og ég hef horft á bestu vini mína að gera slíkt. Ég hef verið í stjórnarnefndum og miðstjórnarnefndum frá fyrsta degi. Ég var í Listó og Málfó og ég get ekki einu sinni talið á 2 höndum hversu mörgum miðstjórnarnefndum ég hef. Þannig í rauninni það sem ég hef fram yfir mína mótframbjóðendur er þessi gríðarlega yfirsýn og það að ég viti nákvæmlega hvernig nemendafélagið virkar á öllum stöðum. Ásta? Já, ég tel mig kannski ekki geta sagt að ég hef eitthvað fram yfir aðra því ég þekki náttúrulega bara frambjóðendur misvel. En ég horfi á félagsstörf sem svona mitt megin áhugamál og það kemur langt á undan einhverju íþrótt eða list, leiklist eða eitthvað svoleiðis og hef fengið það tækifæri líka að vera í formannshlutverki allan á 5 sinnum. Bæði formaður nemndaráðs í grunnskólanum mínum sem að hins vegar voru reyndar bara 400 manns og verið svo líka formaður í nefndum innan Versló. En ég fengið að vera í hagsmunaráði bæði ár mín og það sýnir svona aðra sýn á hvað er í gangi í Versló sem er eitthvað sem er kannski ekki mikið talað og mér finnst það kannski telja mig, hvað segir maður, hafa einhverja aðra sýn en svo brenn ég bara fyrir þessu og ég tel mig 100% tilbúna fyrir þessu og hef
geggja mikið að stefnumálum og fullt sem langar að gera. Já. Já. Aftur kemur spurning til ykkar allra. Þið hafið flest talað hvað stemningin í vetur dauð á Marmaranum, eða var dauð. Gettu betur, Morfís og fleiri eventum hjá NFFÍ. Hvernig ætlið að bæta úr því nákvæmlega? Ásta Glódís, þú mátt byrja. Já, fyrsta sem að mig langar að gera er SMS-áminningar. Ég held að það muni hjálpa, ég held að það myndi styðja undir að allir nemendur fá bara SMS í þennan uppáhaldshlut allra síman okkar og sjá bara hvað er í gangi, bæði hvort sem það sé eitthvað minna á Marmaranum eða vælið og allt svona bara hvernig markaðssetning fer fram er ógeðslega mikilvæg en 100% bara að koma, byrja dálítið stórt þannig að eins og busarnir sjá hvernig versla virkar og mér fannst það sérstaklega á fyrsta ári að þá fannst mér busavikan svo ótrúlega skemmtilega stór og mér fannst þetta aldrei svona byrja stórt og þess vegna náði fyrsta árið að halda í svona stórum hluta og svo líka bara að þeir sem eru á þriðja ári séu dálítið peppaðri og vera í nánu sambandi með fyrsta bekkjarraði, annað bekkjarraði og þriðja bekkjarraði sem eru bekkjarfulltrúar til að allir hafi allar upplýsingar. Ekki? Já, erum við að tala bara hvernig við viljum bæta stemminguna í skólanum almennt eða bara þessum stöku viðburðum sem voru nefndir í skólanum? Bara almennt í félagsstiginu hugsaði að við en svona, já, og sá sem sendi þessa spurningu talar þessa viðburði og fleiri eventum. Mér langar alltaf að bæta inn, Gettu betur til dæmis þetta var metmæting hjá okkur í ár. Við vorum alltaf með biðlista upp á 20 eða fleiri til þess að komast inn í salinn. En hins vegar vantaði rosalega mikið upp á Morfís og við vitum það öll. En eins og ég hef sagt, þá vil ég breyta hvernig vikum er raðað niður á nefndina og senda inn stutta umsókn ásamt því að segja hvaðan vika hentar nefndinni. Með þessu erum við að setja þessar stærri og umfangsmeiri vikur fyrr á skólaári. Fólk venst því að koma á Marmarann og gera það við hvert tækifæri sem gefst. Því trikkið við þetta er að það verður alltaf að vera eitthvað í gangi. Hvort það sé bara lítil keppni, hvort það sé stór viðburður, hvort það sé Sturlu Atlas að spila á Marmaranum eða hvað það er. Það verður alltaf að vera eitthvað í gangi. Og mér fannst til dæmis hugmyndin Ástu með SMS-in frábær, rosalega góð, eitthvað sem maður þarf að innlega klárlega. Og mér langar líka bæta við að þegar það verða ráðin bekkjarformenn á busárinu, mér langar að koma því til yfirvaldana eða til kennarana sem umsjónarkennara hvers bekks að segja að þetta fólk ber ábyrgð á því að koma öllum bekknum sínum á Marmarann, af því að þar allt líf. Og ef við höldum áfram ef við byrjum og höldum því áfram, jafnt og þétt, að hafa stærri hluti í gangi á Marmaranum, þá getum við svona hægt og rólega dregið aðeins úr þeim, þangað til að fólk mætir bara Marmarann til þess að mæta. Jú, já, Hildur, held ég, ekki? Já, ég er mikið búin að vera að pæla í þessu máli af því að þetta var svona það sem mér fannst helsti munurinn frá þessu ári og í fyrra. Þannig að það sem ég gerði var að tala við Pétur Má sem var forseti á undandegi til að sjá bara hvað það var sem hann gerði því að það var í fyrsta sinn sem það voru bara 3 árgangar í skólanum. En samt tókst honum að halda, það var alltaf stemming á Marmaranum og leið var komin þessi reglulega stemming bara á venjulegum degi þá skapast svo miklu meiri stemming fyrir alls konar viðburði. Þannig að mig langar sem sagt að fylgja hans fordæmi og bæta stemminguna á Marmaranum með því að gera Marmarann að umhverfi sem er eftirsóknarverðara en stofuna sjálfar og það má gera með því að vera alltaf
annarkvort fara sjálf fram og byrja að spila tónlist eða fá einhvern annan ef ég kemst ekki sjálf, af því það dregur miklu meira að en maður myndi halda. Og svo myndi ég hvetja stjórnina og bara aðra í kringum mig til að fara á Marmarann, af því að leið og það er komin einhver hópur þá fer strax að bætast í fjöldan. Þú veist, einhver þekkir einhvern á Marmaranum og fer til hans og sá þekkir einhvern annan og hann joinar. Og þetta er svona eins og ef þið hafið séð myndbandið þar sem það er svona gæi sem byrjar að dansa í brekku og svo allt í einu er bara allt fólki sem er á þessu svæði farið til hans að joina. Og þetta er svolítið stemmingin sem er hægt að ná fram á Marmaranum, fyrir utan kannski dansinn. Það sem þarf til þess að fá það fram er einhvern leiðtoga sem er alltaf mættur og svo mikilvægasta fólkið sem eru fylgjendurnir, en þeir sýna öðrum að það sé í lagi að bætast í hópinn og það sé í lagi að vera það. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að mynda þessa stemmingu að öllum líði eins og þeir megi vera þarna og þeir tilheyri hóp og líði vel. Já. Jó. Já, eins og ég segi, þá er bara stemning og öllum líði vel. Það er bara svona númer 1 og 3 það sem ég bæta við þetta ár. Og þú veist, stemningin var þetta árið, þú veist, það var stemning í kóngásófanum, það var stemning við borðtennisborðið, bara vantaði svona, þú veist, á borðin og bara almennt og það var svona sem kannski, þú veist, það vantar svona einhvern lit inn á Marmara kannski líka, fleiri plöggöt og eitthvað svoleiðis og og eins og sviðið þegar þú kemur inn á tónleika kannski og sér gott svið, það áttu svona meira peppar og ef var hægt að bæta eitthvað við sviðið á Marmaranum, það var, þú veist, gera það flott. Nú er þetta bara eins og einhver pallur sem einhverju fullt af snúrum á og, þú veist, láta þetta vera aðeins flottar einhvern veginn og svo náttúrulega má stjórnin eða bara ég sem forseti, það myndi ég geta bara mætt inn í stofur og segja fólki að koma bara, skilur, það treyst allir á stjórnina, treyst allir á forsetann og, þú veist, busanir sem koma, þeir einhvern veginn, það kemur einhver úr stjórn sem þeir þekkja bara, komið á Marmara, það fá ekki gaman, þá vilja þeir koma og mér finnst að við ætlum að gera það meira svona andlit á móti andliti, þú veist, að tala við manneskjuna sjálfa einhvern veginn og ná stemningun hann inn og já. Já. Hérna er einhver sem segir að nú eru þið öll svo flott að ég hreinlega get bara ekki valið á milli ykkar. Ég hef ákveðið að sá sem segir besta brandarann fær atkvæðið mitt. Gangi ykkur vel. Þorri. Úff. Brandari. Brandari. Ég kann engan brandara, sko. Ég ætla ekki að segja neitt hérna pólverða brandara eins og kunnust öllu. Hvað, Hefur bara, ég veit það ekki. Brandari. Ekki bara gamli, góði tómatabrandari, nei, ég vil ekki einu sinni segja hann. Það er bara, þú mátt fá atkvæðið mitt, sko. Það er bara, ég megi fá atkvæðið mitt, sko. Já, Hildur. Já, hvað er eiginlega nei, sko, nú væri fínt að hafa góðu brandarabókina, hún er bara ekki nálægt, þannig að þetta var mitt framlag til brandaranna, já. Ok. Ok, já, herðu. Já, við hendum í einn af því að hvert atkvæði skiptir máli. Pabbi minn, hann er með ljónshjarta og líka lífstíðarbann frá húsdýragarðinum. Þetta var allt sem ég með. Já, ég heyrði hann ekki eins og þú laggaðir þegar þú varst að segja þetta.
Þannig ég heyrði þetta ekki. Á ég að reyna aftur, eða? Já, er þetta samt brandari sem þú vilt segja tvisvar? Nei, valla einu sinni, sko. Nei, já. Ef við ekki farið í ástuglótusið þá. Jó. Já, hérna einu sinni voru 2 tómatar að labba yfir götu og þá kom bíll og keyrði yfir annan tómatinn og þá sagði fyrir tómaturinn þú þarna Tómasarson eða eitthvað. Það allt sem ég hef. Sorry. Ég get ekki sagt að hérna brandari sé minn sterkleiki. Því miður. En þetta var hins vegar brandari og það er einu sem skiptir máli. Það er bara spurning hvort ykkar fái hérna atkvæði að þessum. En síðan við fengum spurningu bara í dag. Hún hljómar svona: Hildur, af hverju varst ekki með átak gegn kynferðislegu ofbeldi í stefnumálum hjá þér? Fyrst það er eitt af þínum helstu áhersluatriðum. Og hvernig myndir þú takast á við öryggi nemenda innan skólans? Já, þetta er mjög góð spurning og ég skil vel að það hefur verið spurt að þessu. En ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að mér fannst það bara ekki fullnægjandi fyrir þetta mikilvæga málefni að hafa nokkra punkta það í stefnuskráni án þess að vera með neitt á bak við þá. Og ef ég hefði haft það á stefnuskráni þá hefði þetta verið einu stefnumáli mín og ég hefði bara einfaldlega ekki haft pláss fyrir neitt annað. Og mér fannst ég geta náð þessu betur frá mér ef ég væri bara að tala um. Þannig að ég ákvað að leyfa bæklingnum og myndbandinu að vera bara fyrir hin stefnumálum og láta síðan storyið sem er vettvangur sem að dreifist mun meira en bæklingurinn, sérstaklega þegar hann er á rafrænu formi, að leyfa því að taka yfir mína helstu áherslu, þar sem ég næði að útskýra það alveg. Og það sem ég myndi gera er sem sagt eins og ég talaði í storyinu. Nú er ég búin að vera að funda með Gunningu alveg yfir árið og það sem að við komumst að í sameiningu var það myndi henta vel að búa til svona áætlun sem myndi virka eins og leiðarvísir fyrir bæði nemendafélagið og skóla. Og þessi áætlun væri sem sagt svona það hvernig ætti að takast á við það þegar kynferðislegt ofbeldi innan skólans og það væri þá alltaf bara svona beinagrind sem væri hægt að laga að hverju máli af því að öll mál eru mismunandi. En það er í raun bara lausnin við vandamálinu þegar vandamálið er komið en auðvitað viljum við minnka líkunar á því að þetta verði vandamál til að byrja með og ef maður fer svona í fræðina á bakvið það, þá eru hugmyndir sem að fólk á okkar aldri sérstaklega hefur kynlíf koma beint úr klámi, þar sem að eru í yfirgnæfandi meirihluta engin samskipti og það leiðir svo ótrúlega mikið úr sér úti í lífið. Fólk fer bara með þetta hugarfar að þurfi ekki að tala saman, það er mjög ómeðvitað en þetta grefst inn í mann með tímanum og það verður sem sagt bara að því að fólk talar ekki saman og ef einhver fer að gera eitthvað sem að manneskja vill ekki þá er í 80% tilvika sem manneskja frýs og getur ekki sagt neitt. Þannig að samskipti eru svo ótrúlega mikilvæg fyrirfram til að vera vissum að vera ekki að fara yfir nein mörk og þess vegna myndi ég vilja bæta fræðslur samskipti og mörk til þess að allir væru meira meðvitaðir það sem þeir eru að gera og meðvitaðir fólk í kringum sig af því að það er líka svo ömurlegt og getur bara eyðilagt líf manneskju að fara yfir mörk hjá öðrum án þess að vita af því af því það er svo ótrúlega mörg dæmi það og þess vegna væri svo gott að bæta við fræðslu til þess að allir fái þetta tækifæri á að bara vita hvernig maður virðir mörk annarra og fer ekki yfir strikið. Já.
Síðan hérna önnur spurning, af því að Eiki, þú hefur líka talað mikið þessa baráttu gegn kynferðisofbeldi. Væri til í að útskýra aðeins svona fyrir okkur hvernig þú myndir svona framkvæma það og svona hver þessi hugmynd bak við það? Já, sem sagt, ég núna búinn að vera að vinna að því að mynda samstarf með henni Sólborgu Guðbrandsdóttur. Og hún sem sagt heldur utan fávita Instagramið og sem sagt stofnaði fávita hreyfinguna í rauninni. Planið okkar í raun tvíþætt. Fyrra að sem sagt koma upp á öflugri fræðslu. Varðandi, hún mun sem sagt koma 2 til 3 á skólaárinu, við höfum eftir að ræða það nánar. Og hún mun setja upp öfluga fræðslu einmitt mörk einstaklings og samskipti. Og eins og ég sé þetta þá vil ég verðlauna mætingu nemanda og ég á reyndar alveg eftir að tala við Gunningu en þetta bara mín sýn á þessu að allir þeir sem mæta, þeir missa þá eina fjarvist og þeir sem eru með 100% mætingu þeir eiga það þá inn. En hins vegar líka þá ef svo kemur til að kynferðisofbeldismál myndi koma upp eða eitthvað svoleiðis í þá átt, þá verður búin til sérstök nefnd. Og í þessari nefnd munu vera formenn eða formaður hagsmunaráðs, einn félagslífsfulltrúi, einn námsráðgjafi og Gunninga. Og þeir eru með hana Sólborgu til halds og traust sem utanaðkomandi og óháðan aðila. Þannig virkar samstarfið mitt og Sólborgar enn sem komið er. Já. Næsta spurning er til þín, Þorri. Yes. Já. Hver eru þín stefnumál og af hverju telur þú þig vera hæfari en aðrir? Já, stefnumál mín náttúrulega bara eins og ég sagði, bara 1, 2 og 3 og bara fólki líði vel og það komið svona stemning og góði andi inn í skólann, þú veist. Þú labbar úr fyrsta tíma og sér andrúmsloft bara sem þú vilt anda þér, bara sér bara alvöru stemningu. Svo annað að ég vil láta allar nefndir, þú veist, hafa skipulag sem ég ætla að gera og svo verði, þú veist, eins gott úr þau geta, þá myndi ég kannski geta mætt á fundi og segja mína skoðun á því sem áætlað er. Þú veist, gott dæmi á þessu ári var treyjan sem var ekkert úr, það bara hætti allir í nefndinni, hefði einhver kannski stokkið inn í það, sagt þeim bara að bíða hans með að hætta þessu og koma þeim svona aðeins í gang, þá hefði þetta orðið mjög skemmtilegt að sjá allar íþróttaviðburðir sem voru í gangi og eins og treyjan í fyrra var mjög góð og bara svona góð nefnd bara, og svo síðastliðin ár þá bara hefur fólk á náttúrufræðibraut verið í minnihlutahóp í stjórninni og ég er í eðlisfræðibekk og mér gengur bara mjög vel og við erum ekki bara einhverjir reikni heilar sem bara læra allan daginn, við erum með í félagslífinu og við höfum skoðanir og svo myndi ég kannski bara taka það á mig að sjá nemendakallar. Ég er búinn að vera dálítið skítur svona, þannig að alltaf eitthvað drasl á gólfinu og bara þá myndi ég bara taka það bara á mig og svo náttúrulega að sjálfsögðu mættu aðrir meðlimir hjálpa mér og bara allir að setja í ruslið og allt svoleiðis og svo myndi ég líka vilja hafa stjórnarfund svona til að byrja með bara allavega einu sinni ef ekki oftar í viku bara svona til að byrja með og þú veist bara til þess að ræða alla viðburði sem eru á næstunni, böll og nefndaveikur og þú veist að aðrir stjórnarmeðlimir séu með á nótunum, þú veist hvað að gerast í öllum nefndunum svo að rekist ekki það og já, svo bara síðasta stefnumálið bara svona þú veist að koma fleira fólki inn í félagslífið eins og ég hef farið í viðtal í nokkrum nefndum og ég hef ekki komast inn í allar, ég komst ekki inn í skemmtu á fyrsta ári og svo komst ég ekki inn í annálinn og já, og þú veist, það alveg dálítið leiðilegt skilur en
þú þarft ekkert endilega að vera í nefnd til þess að vera inn í félagsleginu, þú þarft bara einhvern veginn að taka þátt í, þú veist, mæta á viðburði. Það var einhvern veginn það sem ég skildi ekki alveg, eða fattaði ekki alveg fyrst, að ef ég er að mæta í, þú veist, leysirtak, íþró eða bara whatever, skilur, þá ertu að taka þátt og þá hefur gaman. Og að hafa gaman allt sem þú gerir en að vel, þá hefur gaman að því og síðan finnst mér bara einhvern veginn að, já, hleypa aðeins fleira fólki einhvern veginn inn í, eða láta það fatta aðeins meira bara, þó það sé ekki í nefndum, þá bara það samt ef þau mætir, skilur, á viðburði og hitt og þetta. Og já. Já. Já, ég ætla að spyrja ykkur hérna. Spyrja ykkur öll. Hver er svona fyrirmyndin ykkar? Byrjum á Þorra. Í þessari stöðu? Bara lífinu, þessari stöðu, íþróttum. Bara svona það er einhver bara sem langar að vita hver ykkar fyrirmynd er. Ég er náttúrulega mikill fótboltaáhugamaður og þá er Ronaldo alltaf verið mikill maður í mínu hjarta einhvern veginn. Ég var myndað hann upp á vegg og ég var pirrað þegar hann tapaði, ég var pirrað þegar hann skoraði ekki. Og einhvern veginn bara hvernig hann lifir bara heilbrigðan lífstíl og bara, já, bara gekk góður í fótbolta og eitthvað sem öllum fótboltamönnum langar að vera. Það er svona fyrirmyndin mín svona frá æsku. Já. Hildur? Já, ég verð eiginlega bara að vera ótrúlega klisjukennd og segja mamma. En hún er bara í alvörinni duglegasta og sterkasta manneskja sem ég veit. Og svo náttúrulega núna á þessum tíma þá er Víðir og Alma og Þórólfur svakalega miklar fyrirmyndir sem að við ættum bara öll að fylgja eftir. Þetta er bara gjörsamlega magnað fólk. Já, það er nú alveg rétt. Já, ég fullkomlega sammála því að þau eru algjöra fyrirmyndir og ég hugsa að ég hoppi líka bara á klisjuvagnin og segi pabbi minn. Hann fæðist inn í erfiða fjölskyldu, einstæð móðir. Þegar hann var 12 ára þá sagði amma við hann að hann myndi ekki fá neitt pening frá fjölskyldunni. Þannig að hann fór bara að vinna á Ólís og vann á Ólís, þannig að hann útskrifast úr menntaskóla og fórst á fullan námsstyrk til Bandaríkjanna og svona veitir mér gríðarlegan innblástur á hverjum degi. Ef hann gat komist í gegnum það, þá hlýt ég að geta komist í gegnum hvað sem. Já, Ásta? Fyrirmyndi mín, eða fyrirmyndir, kannski réttar að segja, eru einfaldlega allir sem reyna. Mér finnst bara allir sem reyna að veita mér innblástur til að reyna mitt besta líka og gera betur og svona. Og stend alltaf á bak við það að það er mína fyrirmyndir þó að mamma sé líka alltaf gott svar, sko. Það voru spurningar sko hjá öðrum nefndum. Það lítið upp til fráfarandi formanna og ég bara svona, ég ætla ekki að gera eitthvað að þurfa að svara hérna já fyrir fram eitthvað ef ég spyr ykkur hvort þið lítið upp til mín og hvort þið myndi biðja mig hjálp og þannig ég ákvað að sleppa því bara. En þessi spurning kom líka. Mér finnst bara miklu svona meira viðeigandi og bara gott að heyra þið öll góðar fyrirmyndir. En næsta spurning þetta ég var búinn að spyrja Eika, Hildi og Þorra, ég ætla að spyrja Ástu næst. En þú ert nú með gríðarlega mikið af stefnumálum en hefur kannski lítið útskýrt hvernig þú ætlar að framkvæma þau. Viltu útskýra nokkur svona fyrir okkur? Þá hvernig ég myndi framkvæma þú veist, einhver ákveðin stefnumál eða bara... Já, bara veldu bara það sem þér finnst mikilvægast og hvernig þú myndir framkvæma. Ok, sem sagt, það sem er svona stærst í hjarta hjá mér er samvinna og mér finnst upp á svona allavega síðasta ár finnst mér eins og hefur orðið ógeðslega mikil keppni innbyrðis, þú veist, milli nefnda og ég verð að segja ég er ekki stór aðdáandi af því, mér finnst miklu skemmtilegra að vera bara
öll eitthvað saman, hamingjusöm eitthvað. Og mér langar að setja upp miðstjórnarsmiðju sem að væri þá, þú veist, þeir sem fóru á landsmót samfélags kannast kannski við það. En að þá er þetta bara það sem að fólk kemur saman og lærir eitthvað nýtt. Þetta er svona geggjaða plattform til að læra eitthvað sem maður hefur áhuga á. Og þá allir sem að myndi vilja læra, þú veist, eins og við erum að tala hvernig á að klippa myndbönd, hvernig á að taka blað, hvernig á að semja við fyrirtæki, þú veist, allt sem að þarf, svona allt sem að tengist beint nemendafélaginu. Þú veist, og þá erum við að tala að læra það af fyrrum verslingum eða núverandi verslingum eða áhugasömum og hafa þetta frítt. Og það er bara svona að gera eitthvað geggjaðan plattform þar sem við getum komið saman og lært eitthvað skemmtilegt. Já, og svo, þú veist, ég er með alveg nokkur stefnumál en líka nemendakjallarinn, þú veist, við erum með 3 geymsluherbergi, við getum verið með 1 geymsluherbergi, þú veist, við erum líka að nýta hin herbergin í eitthvað sem að, hvað segir við, notust til að efla félagsstarfsemina fyrir sem sagt nemendafélagið, þú veist, við erum með stúdíó, við erum með, þú veist, eitthvað skemmtilegt sem gæti nýst og að sjálfsögðu sem að við eigum efna á og reyna að gera sem hagkvæmast. En annars held ég að flest annað sé mjög skýrt eða gefið hvernig ég myndi framkvæma eða þú veist, betur útskýra. Já, ef ekki á bara sendu mér skilaboð ef ég náðu ekki svara því nógu vel. Ég skal láta ykkur vita. Ok, Eiki, þú ert með höndin uppi og þú ert mjútaður, Adam. Svona, heyrðu já, sko með einmitt stefnumálum mitt líka var að hreinsa og endurhanna nemendakjallara sem er það fyrsta verkefni á nýja. En mér langaði bara að henda þessu inn í hringinn núna hugmyndinni minni sem mér langar rosalega mikið að fara. Sem sagt að því að einmitt byggjandi á þessu sem Ásta sagði að vera með svona margar geymslur ótrúlega mikil eyðsla á plássi. Að mér langar að brjóta vegginn inn í ljósaherberginu sem að tengist inn í búningageymsluna. Stækka ljósaherbergið þannig að við fáum ennþá betri aðstöðu fyrir alla frábæru myndatökunar fyrir bæði náttúrulega verslunarskólablaðið og Viljan og í rauninni bara alla sem vilja taka mynd og færa þá búningana yfir á annan stað. Mér langaði bara að henda þessu inn. Já, við stjórnin núna tókum til einmitt í þessum 2 gagnslausu geymsluherbergjum sem geyma ekkert nema drast. Þannig það er alveg fullt af möguleikum þar sko fyrir ykkur. Þannig ég mæli bara með því að fara í það, en ég ætla að spyrja þá sem eru að horfa hvort þeir séu með einhverjar spurningar úr salnum fyrir ykkur og á meðan ætla ég að, meðan þeir eru að skrifa ætla ég að spyrja kannski 1 eða 2 viðbót. En já, ég man ekki, mér finnst þetta svo skemmtilegt, hrósið eða segið eitthvað fallegt við mótframbjóðendur ykkar. Þannig Ásta, þú mátt byrja á að hrósa öllum 3 mótframbjóðendum. Ok, ég ætla að byrja á Eika því ég þekki hann langt best. Stóðst alltaf þegar við erum að gera eitthvað saman, stendur það ógeðslega vel og skemmtilegur reynslur. Bara drengur og stóra framtíð framdann og bara, já, bara king shit dæmi, sko. Og Hildur, ég þekki svona aðeins og þú ert mjög skemmtileg og yndisleg og það er alltaf einhvern veginn hægt að treysta á þig, gæti maður sagt. Og þú ert mjög góð og bara flott í því sem þú hefur að gera, ógeðslega flott alltaf. Og já, Þorri, ég þekki þig langminnst, en allt sem ég veit af þér og hef heyrt hefur allt verið mjög jákvætt og ég, já, eins og ég segi, já, takk. Já, og núna ert það þú, Eiki. Þetta er skemmtilegt. Rosalega. En já, ég ætla líka að bara byrja á Ásti. Við vorum nú saman í ungmennaráði bara ótrúlega dugleg og metnaðarfull og í rauninni það fannst mér líka langskemmtilegast af því að
varst bara það góð við alla í kringu þig. Yfir í Hildi. Hildur, já, við erum nú mjög góðu vinir og það var svona kannski búið að fjara frá því út af frambúðinni. Mér fannst alltaf eins og ég gæti leitað til því sem manneskju til að tala við þegar eitthvað bjátaði á eða bara út af engu og mér fannst alltaf mjög góðu kostur í manneskju til að bera. Og Þorri, við þekkjumst nú ekki alveg en ég væri rosalega til að þekkja þig betur og svona bara á því að hafa séð það á göngunum síðustu 2 ár og þegar maður hefur drottnað eða eitthvað þannig þá bara svona alltaf góð stemming í kringu þig. Þú hefur gaman að litlu hlutunum sem á stóru hlutunum. Það er eins og þú sé í rauninni aldrei leiðilegt hjá Þorra. Og Dagur, þú ert sætur, þú ert innan líka. Hildur. Já. Heyrðu, Ásta, mér finnst æðislegt hvað þú sinnir áhugamálinu svakalega vel og hvernig þú leggur þig alltaf alla fram í það sem þú ert að gera. Mér finnst bara magnað að fylgjast með því og Eiki, þú ert svo klár. Það er bara, það festist allt í hausnum þínum. Mér finnst það er magnað. Og það er bara, metnaðurinn er svo mikill og bara, já, dugnaðurinn skín frá þér. Og Þorri, þú ert bara ótrúlega fyndinn og skemmtileg og það er bara ótrúlega góð orka sem að kemur frá þér. Bara mjög góð nærvera. Herru, takk fyrir þetta. Ég ætla bara að byrja á, Hildi þar sem hún var með mér í aðskóla. Hún er búin að vaxa mjög mikið síðan hún byrjaði í Vestló. Er búin að taka þátt í öllu, Nemo, Vælinu, Listó og bara ótrúlega hress og kát og skemmtileg stelpa. Og svo bara Eiki, bara mjög klár, en það getur betur leiðinu. Mjög duglegur og góður að tala, sé ég. Og bara vonandi kemstu í Morfísliðið bara eins fljótt og kemst. Og Ásta, ég náttúrulega þekki þig, já. Eins og þú þekkir mig ekki mikið, þá þekki ég þig. En þú ert bara búin að vera mjög dugleg eins og með Demo. Mjög dugleg að kynna það og gera björgkvöld. Fór ekki eins og planað var, en það var bara góð tilraun og bara, já. Já. Og síðan ætla að taka aðra umferð. Nei. Nat. Sjáum hvort einhver ætla að vilja spyrja ykkur að einhverju. Má ég sjá. Birkir Snær heldur því fram að eini forsetinn sem er fyndinn er Guðni TH. Facts. Já, ok, það er ekkert spurningar að berast inn. Nei, ég sé ekki neitt. Ok. Ég ætla bara að bjóða ykkur að segja svona nokkur orð bara til að slúta þessu og slúta kandídatafundinum. Ef það var eitthvað sem þið viljið koma á framfæri eða bara gleymdu að segja eitthvað eða eitthvað svoleiðis, bara þá er þetta ykkar tækifæri. Og ég ætla að byrja á Þorra. Þú ert mjútað, Þorri. Það er ekki þetta. Þar sem framboð mitt er búið að vera í svona smá hefðbundnari eins og vídeóið mitt, þess að vídeóið mitt. Meira svona til þess að svona sýna stemninguna í vídeóinu. Ég vildi koma þessari stemningu úr inn í skólan. Og þú veist, þetta var ekkert grín. Ég vildi bara prófa eitthvað nýtt, eitthvað svona frumlegt. Og já, bara eins og ég segi líka í vídeóinu, ég ætla að læra nafnið þitt, og það bara finnst mér mjög mikilvægt að forsetinn
þekki sína nemendur, hvort sem það er út á götu eða bara innan veggja skólarins. Og já, bara gaman að þessum fundi, góð reynsla og já, það held ég. Já, Hildur? Já. Ég í alvörunni veit ekki hvar ég væri ef það væri ekki fyrir nemendafélagið og eins og Þorri sagði áðan þá er ég búin að vaxa ótrúlega mikið síðan í Hagaskóla og það er bara allt nemendafélaginu að þakka og mig langar að dreifa þessari tilfinningu þannig að allir fái tækifæri á að upplifa það sama og ég mun leggja mig alla fram til að gera nemendafélagið eins gott og öruggt og það getur og ég mun fylgja öllum stefnumálunum mínum eftir þannig að ég mæli með að kíkja í bækling og á Instastoryið til að sjá svona hverjar mínu helstu áherslur eru. Og ef ég verð forseti þá mun ég hlusta á alla og leyfa rödd allra nemenda skólans að með því að hlusta á þá sem að hafa eitthvað fram að færa og hrinda þeim hugmyndum í framkvæmd og bara opna þannig aðgengi að nemendafélaginu þannig að allir sem vilja geti tekið þátt og líða eins og þeim til. Ég misti smá þarna. Já. En það var kannski bara ég. Heyrðu þið öll, eða? Þetta datt alveg út hjá mér, sko. Alveg út. Bara svona 5-10 sekúndunar. Já, ég mun fylgja öllum stefnumálunum mínum eftir ef ég verð forseti. Þannig að ég mæli með að kíkja á bæklingin og Instagram story til að kynna ykkur það betur og ég bara lofa að hlusta á rödd allra nemenda svo að allir geti haft áhrif og bara hrinda þá þeim hugmyndum í framkvæmd sem að koma frá nemendum og gefa þannig öllum jafnt tækifæri á að taka þátt í nemendafélaginu, fá þessa tilfinningu sem það er að líða eins og manni til maður eigi pláss sem er svo mikilvægt. Já. Já, ég vil fá nota tækifæri líka til þess að útskýra. Ég held ég hafi gleymt að minnast á það svona í endan á þessu með þessa nefnd ef það myndi koma upp kynferðisofbeldismál og sem sagt nefndin myndi þá taka ákvörðun framhaldið og hvaða aðgerðir væri teknar. Ef skikki nægt, ef ekki þá bara vitið þetta tvisvar. En bara allir sem eru ennþá að horfa, bara vel gert, bara takk fyrir að hlusta á okkur öll. Endilega bara allir að nýta kosningaréttinn af því að það eru klálega forréttindi og bara takið upplýsta ákvörðun. Ef þið viljið skoða eitthvað efninu þá er það allt á Facebookinu mínu, ef ekki þá er það á Instagraminu og þið getið alltaf hringt í mig. Síminn er 611 11 með alltaf að senda mig skilaboð eða vanna einhverjar spurningar, athugasemdir eða bara ef þið viljið spjalla. Bara kjósið rétt, elsku verslingar. Já. Já. Bara eins og Eiki sagði, bara takk fyrir að vera ennþá hérna, þetta er búið langt kvöld. En bara ég tel að með minni reynslu að baki til dæmis, þú veist, sem formaður annað bekkjarráðs og svona, að þá bara ég hef mikla trú á því að ég geti tekið þetta að mér, þetta verkefni að vera forseti og með þú veist reynslunni með mínum persónulegu einkennum og og já, bara þú veist sem ég er sem einstaklingur, þú veist tel ég mig geta tekið þetta hlutverk að mjög vel og vil að sjálfsögðu hvetja alla til að skoða alla bæklinga og alla vefsíður og myndbönd og allt efni á vegum frambjóðenda og bara kynna sér málin, taka upplýsta ákvörðun það sem þú veist þú treystir til að leiða nefndafélagið inn í næsta ár og bara ef ég fæ þeim stuðning í komandi kosningum þá get ég lofa bara að ég ætla að gera mitt allra besta og
og að þetta verði bara geggjað skólaár og hérna, já, bara við vestlá eða eitthvað. Já, ég bara takk kærlega fyrir og bara þið sem eru ennþá að horfa eða þið sem horfðu fyrir í dag eða fyrir í kvöld, bara takk kærlega fyrir að vera með okkur. Ég vona að þetta hafi hjálpað einhverjum að ákveða hvernig er hægt að kjósa, en við opnum fyrir kosningar á miðnætti og þið getið farið inn á Innu og þar ætti að vera svona, þar ætti að finna þetta, ég set nánar upplýsingar á Instagram, kosninga-Instagramið í kvöld og og ekki vera hrædd að skoða Cox Viljan til að ef þið eru ennþá í einhverjum vafa, en bara enn og aftur Ásta, Eiki, Hildur og Þorri, bara takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Takk fyrir mig, það var fun. Það var gætt maður. Eru það þá live-kústi?